Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við ætlum að reyna að taka upp þráðinn, taka upp rauða þráðinn. Það hérna eitt af svona merkilega sem að gerast í stjórnmálum okkar tíma náttúrulega uppgangur popúlisma og fasisma. Það líka svona ráðaleysi vinstrisins og heimilisleysi sósíalismans. Ég fengi hingað fólk til þess að koma hérna og spjalla við mig með þetta og mun halda því áfram og nú hingað komin Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Ráðaleysi vinstrisins, það staðan? Já, vinstrið þetta í tómtjóni. Þú sagði populismi og fasismi. Það auðvitað til hægri populismi, en svo auðvitað líka til einhvers svona vinstri populismi, ekonomískur vinstri populismi og það ekki eins og hann sé að skora. Nei, en ef að, það allavega mín bjargfasta trú og skoðun, að ef að vinstra fólk sem ekki bundið á klafa sjálfsmyndar stjórnmálana og fært að tala hagsmuni venjulegs fólks út frá ekonomískri sýn, ef það væri tilbúið til þess að tala með svona vinstri ekonomískum populískum hætti, þá held ég að hlutinir gætu mögulega farið að breytast. Við sjáum það til dæmis hjá honum Mam Dani, að þú skoðar bara hans plattformur, hann ekkert að ýta hann ýtir ekki sjálfsmyndaða pólitíkinni til hliðar, hún ávörpuð þarna, eða sem sagt réttindi fólks, alls fólks. Framboð hans náttúrulega einhver leyti þannig að þeim nú múslimi og brúnn. En fókusin á efnahagsleg mál og tilveru skilyrði venjulegs fólks í efnahagslegum skilningi vegna þess að þetta gengur alvöru vinstrimennska og alvöru sósíalismi út á það. Það það sem undirbyggir allt annað. Jeremy Corbyn, hann hefur líka verið þar í allri sinni pólitísku nálgu, alla þá áratugi sem hann hefur verið á pólitískum vettvangi. Það mætir jafnframt á alla fundi og all mótmæli allra hópa. Já. En hann líka með mjög konsistent sósíalíska sýn á heiminn og það auðvitað það sem líka... Ég bara benda á að hvoru þeir að yfirgefa eitthvað svona plattform. Nei, og það svona sá sósíalismi sem að ég taldi vera svona sósíalismann og það sá sósíalismi sem ég hef viljað kenna mig við. Það með þessi svona stærri heimssýn sem að skilur að það að vinnuaflið arðrænt til þess að byrja með, að við eigum ekki atvinnutækin og þurfum að selja aðgang á vinnuaflinu okkar. Það skapar okkur vissa stöðu sem að við getum svo nýtt í ýmsum tilgangi, en að þessi sýn og þá baráttu vinnuaflsins fyrir efnahagslegu réttlæti verður ekki aðskilin baráttu gegn heimsvaldastefnu, baráttu gegn stríðum, baráttunni fyrir friði, baráttunni fyrir diplomasi á alþjóðlegum vettvangi og svo framvegis. Þannig að friðarbarátta, kvennabarátta, réttindi fyrir ýmsum mannréttindum verður að vera hluti af stéttabaráttunni. Já, stéttabaráttan fyrir mér, þar byrjum við, svo komum við saman þar og náum svo árangri í öðrum baráttunum sem við teljum okkur þurfa að heyja vegna þess að við búum yfir þessu einstaka afli sem vinnuaflið okkar, sem grundvöllur allrar verðmæta sköpunar og vitneskjan, stéttavitund okkar það, hún getur nýst okkur sem afl í öðrum hlutum sem að við viljum svo taka okkur fyrir hendi. En mér langar aðeins að tala áfram populisma því að ég var að ljúka við að lesa bók eftir konu sem heitir Joan C. Williams, bandarísk fræðikona. Hún skrifaði bók sem heitir Outclassed, þar sem hún fer í gegnum vandamálin sem að snúa að bandarískum progressives, eins og þeir eru kölluð, sem við skulum bara kalla einhvers svona vinstra fólk. Hún auðvitað mikið að tala demokrataflokkinn og hann auðvitað heil súpa vandamála, en þar innanborðs þó fólk sem hefur ákveðið eins og Mam Dani að nota flokkinn til þess að koma sínum málstað og málstæðum félaga sinna á framfæri. En hún einmitt
að ráðleggja með mjög málefnalegum hætti og vísar í kannanir og greiningar og þetta er allt svona mjög baserað í, þetta er ekki bara hennar skoðun, heldur hún að basera sína skoðun á raunveruleikanum, að einmitt svona það sem hún kallar svona left populism, economic populism, skorar mjög hátt þegar það kemur að því að sjá hvað fólk styður, hvað fólk vill kjósa hjá verkafólki, fólki sem að tilheyrir amerísku verkalýðsstéttinni, hvítu, brúnu, svörtu og svo framvegis, og hún er basically að segja við fólk sem að vill ná árangri og vill geta snúið af þeirri braut sem að Bandaríkin og Vesturlönd eru á, að þetta sé leiðin til þess að fara. Þetta svo sem kom líka fram þegar Corbyn var formaður Verkamannaflokksins, sem er svona annað samfélag það sem er tveggja flokka einmenningskjördæmi búa til svona annað pólitískt umhverfi og róttakara fólk oft inn í flokkum sem kannski ekkert svo íkja róttakir. Að hans kosningastefnuskrá 2017, þegar hún var almenningur spurður hana, það var almenningur mjög sáttur við þær tillögur allar. Akkurat. En flokkurinn náði þá eftir að hafa ágætis kosningu, þá náði hann ekki meirihluta þar. En vandamál þess flokks og margra flokka sem hafa haft þessa stefnu er að þeir hafi ekki náð árangri í kosningum. Nei, akkurat. Þá getur verið að einhvern tímann var fyrir meirinn öld, eða næstu í öld, sagði einhver maður það að stefnan væri það sem að fólki vildi, en vörumerki væri ónýtt. Það er sósíalisma, en það getur verið þannig að flokkarnir, að þeir flokkar sem hafa verið að berjast fyrir þessu, annarkvort hafa þeir spilst og hætti að berjast fyrir því sem almenningur helst vill fá, sem er þá populismi í svona jákvæðri mynd sem þú ert að vísa til. Eða þá að það er bara eitthvað í stjórnmálumhverfinu sem veldur því að þetta kemst ekki verður ekki raunverulegur valkostur. Það ekki vera of mikil ógn, það er náttúrulega verið barist gegn því í okkar heimsluta þessum breytingum. Lítið á þetta sem að myndu umturna samfélaginu og eyðileggja það. Væru runnar undan rifjum erlendra stórvelda og þarfendu gotur. Þannig hvort er það? Er það að andstæðingur var svona öflugur eða mistu vinstri þá? Fyrst þú nefnir demókrata þá verður það að tala vinstri í svona frekar breiða fylkingu. Mistu þau bara fókus? Við búum auðvitað í bara flóknu samfélagi og við búum í samfélagi þar sem það er á heims sviðinu hvarf alternatífið við kapitalismann. Nýfrjálshyggjan tók allt yfir, það var bara ekkert alternatív og það var presenterað með þeim hætti. Þetta talaði Sovétríkin? Já, augljóslega. Og sumir segja að það versta sem hafi gerst fyrir stétt verkafólks á Vesturlöndum hafi verið hrun Sovétríkjanna. Kannski meira í gríni en alvöru, en öllu gríni fylgir einhver alvara. Og svo erum við með fragmentera samfélag, við erum með flókið blanda samfélag, við erum með samfélag sem er ekki einsleitt lengur, þar sem að mikill innflutningur á vinnuafli frá öðrum stöðum, þannig að því fylgir auðvitað svo áskorun að það er erfiðara fyrir verkafólk að koma saman. Hlutin er ekki einfaldir eins og þeir voru að einhverju leyti fyrir þessum 100 árum eða á síðustu öld. Svo gerist það líka að fólk verður svona karrierpólitíkusar, vinstrið á jafn mikið af karrierpólitíkusum og hægrið á miðjan. Karrierpólitíkusar þeir fara auðvitað á einhverjum tímapunkti að hugsa pólitík sem vinnu, ekki sem einhvers konar köllun frekar skilur, þetta fer að snúast bara vinnu. Og þegar fólk fer að sjá pólitík með þeim hætti, segi ég, þá er það svona byrjunin á ágefinni fyrir manneski þá persónulega. Það verður að sjá að þetta er ekki venjuleg vinna og pólitíkin skuldar þér ekkert og kjósendur skuldar þér ekkert, þú aftur á móti skuldar pólitíkinni og kjósendum. Og svo auðvitað hverfur geta flokka og líka verkalýðsfélaga og verkalýðshreyfingarinnar til þess að skipuleggja sig. Þannig að flokkar rúlla frá einum kosningum til annara
með karriérpólitíkusa að fremstæði röð, með mjög laskaða innviði, með kjósendahóp sem er ekkert sérstaklega lojal og hefur engan áhuga á að vera lojal vegna þess að á einhverjum tímapunkti þá förum við náttúrulega öll að skilja að okkar vonir sem við bindum við flokkana sem við kjósum, þær eru náttúrulega alltaf einhvers konar hvað segir maður, svona tálsýn, það er enginn að meina það sem hann segir á endanum. Og þá þetta kemur svona apathía, áhugaleysi og fólk hefur þá enn minni áhuga á að einmitt ganga til þessi flokka og skipuleggja sig pólitískt og svo framvegis. En núna ég er alltaf tilbúin til að vera jákvæða bjartsýn af því að ég held að engin mannski sem að tekur þátt í einhverju svona pólitískri baráttu, verkalýðsbaráttu eða sósíalískri baráttu getur gert það án þess að vera jákvæð og bjartsýn. Núna til dæmis horfi ég til Bandaríkjanna, ég horfi til New York og þar komin þessi glæslegi ungi maður sem að talar með flottum hætti, hefur greinlega mikla skipulagsfærni, leiðtogafærni, hefur mikið karisma sem auðvitað þarf líka að þú ætlar að fá fólk til þess að kjósa þig. Sérstaklega á okkar tímum þar sem að félagsmiðlar og mikið svona media presence er bara raunveruleiki. Þetta ekki kannski populísmánum í hinni merkingunni? Já, og svo eru þetta gamli góði Jeremy Corbyn sem er bara alltaf frá ekki gefist upp þrátt fyrir allt og þrátt fyrir það einmitt að hafa verið hrakinn burt af ógeðslega krata hiskinu í verkamannaflokknum með upplögnum ásökunum að hann væri gengahatari, sem hefur einmitt staðið framvarða sveit fyrir réttlæti fyrir alla sína pólitísku ævi. Hann er þarna ásamt öðru góðu fólki og þetta eru einstaklingar og fólk í kringum þau sem að trúa einmitt á það að gott samfélag sé samfélag sem að byggja á efnahagslegu réttlæti þar sem að fólk raunverulega á rétt á því og á heimtingu á því að geta lifað sæmilega góðu lífi, þessi gömlu góðu gildi velferðarsamfélagsins og sósíalismans í okkar heimshluta. Eins og ágætlega orðað í baráttunni í New York sem svona eiginlega affordable living eiginlega það sem maður kemur oftast fyrir. Affordable living. Að borgi sér þannig að við getum lifað hérna og að venjulegt fólk getur lifað sæmilegu lífi án afkomóta þá verður þetta fín borg. Já, og svo að tryggja einmitt fólki sanngjarn laun, tryggja fólki aðganga heilbrigðiskerfi, menntakerfi, bara þetta sem við þekkjum öll hér líka. Já. En svo auðvitað eitt að fara fram með rosalega glæst plattform og þú veist vera með fullt af fólki með sér í liði eins og Mamdani hefur gert og það er hægt að lesa viðtöl og greinar eftir fólk sem og hlusta á podcast, fólk sem var að vinna með þessari campaign og ég meina þetta ekkert þannig að það bara gert svona og svo græjast þetta, heldur eru þetta þaulreyndir aktivistar, þetta þaulreyndir svona skipuleggjendur sem að vita að það er ekki nema þú farir bara af stað og bankir á hurðir og takir upp síman og talir við fólk og svo framvegis sem að þú átt einhvern sens á að eitthvað gott geti gert og eins má náttúrulega segja Corbyn. En þú veist, þetta getur allt verið, en svo getur auðvitað engu að síður þér verið hafnað og flokknum í kosningum og eða mótspyrna valda elítunar verið svo geigvænleg og þau augljóslega svífast einskis, ég meina það er hægt að kalla Corbyn gyðingahatara, þú veist, hvað er hægt að segja Mamdani. Ég hef sjálf bara mikla persónulega reynslu af því að lenda í slíkri hakkavél þannig að það þarf líka sterka einstaklinga og sterkt fólk til að geta komist í gegnum svoleiðis storma og þetta er flókið mál, þetta er bara mjög flókið. En fáum tekist eins og það nú verið satt demókrataflokkin að þessi stærsti kirkjugarður hugsjóna sem til það fáum tekist að breytunum, margir reynda. Já, en þú veist ég held að Trump tókst að breyta republikunum. Já, en sko eins og með demókrataflokkin einmitt, núna, hvað tekst þeim þarna í New York, sko, það er bara allt eftir að koma í ljós, en það er ég ekki að segja að við höfum öll að horfa þangað og sjá hvort að hlutinni takast þar eða misheppnast og það sé einhver svona dómur sem að við verðum eitthvað sætt okkur við, jafnvel þó að sé þannig að þetta mistekist. Þannig er í gangi mikil svona motivasjón sem er alltaf hluti af baráttunni. Og þetta, við höfum að læra af því hvernig þau gera þetta, við höfum að læra af því að þú getur ekkert gert neitt af þessu nema með
bara absolutt dedikasjón og færni og viljanum til þess einmitt að halda svo verkefninu bara stöðugt áfram, fara úr fasa svona þessar borgarlegu svona teknokratísku karriérpólitík þar sem einhvern veginn þú verður eitthvað embætti, þú færð einhverja kosning og þú einhvern veginn svona gengur inn í það og þá bara ertu þar og það verður eitthvað svona aðalmálið að þú operir þar rosa vel inn í kerfinu og sýnir kerfinu hvað þú sért ótrúlega klár og snjöll og dugleg, en hvað með fólki sem kaus þig, hvað með baklandið þitt, hvað með þau sem þú ert að representera, þau ekkert að fylgjast með þér til þess að sjá hvort þú fáir 10 í því að standa þig vel í prófinu sem kerfileggur fyrir þig. Það má segja hann að við leggjum fram kröfur almennings og sé ekki að ritskoða það með sjónarhóli í kerfisins hvort að það séu við hæfi þessar kröfur, hann leggur það bara fram, til dæmis að borgin reki maturubúðir sem að þykir ábyggilega að vera svolítið djart. Ímyndaður að einhver myndi stinga upp á því hér, það náttúrulega bara hleypur. Hann telur að vera nauðsynlegt að leggja fram þessa tillögu. Tillagan eiginlega bara að sé ein búð í hverfunum, þannig að vera ein á Manhattan og ein í Queens, þannig að þetta ekkit stórvægileg breyting, en hann telur sig þurfa að hafa þetta til þess að bara minna á það. Þetta líka bara mjög skynsamlega nálgun. Hérna stundu verið að tala það á ekki verkalýðshreyfingin að stofna banka og maður hugsaður, kannski byrja mitt á því að prófa að stofna eitt lítið co-op. Eða alþýðubrauðgerðina. Akkur ekki bara byrja einmitt á því að ekki ráðast alltaf einhvern veginn á garðin þar sem hann hæstur og mótstaðan verður mest og verkefnið flóknast og allir þurfa að vera einhvern veginn einmitt expertar í því að lesa eitthvað mjög flókið fjármálakerfi. Gerum eitthvað skynsamlegt sem við gætum actually succeedað við að gera og svo byggjum við á þeim árangri sem við höfum náð og þetta er ég búin að segja 1000 sinnum og þetta er bara líka rétt. Hver svo árangur sem við náum, hann fítar svo inn í möguleika okkar á að ná betri árangri næst og það hlýtur náttúrulega einmitt að þurfa þá að velja sér verkefni sem hægt að vinna einhvern sigur í, sem eru bæði hughristandi fyrir þann sem unnu sigurinn, hughristandi fyrir hina sem að fylgjast með. Þannig að þetta er mjög flókið en þetta er líka mjög einfalt. Þetta er mjög einfalt, þetta er bara, þú ert dregin áfram að árangri, þannig að þú ætti að velja verkefni sem geta skila árangri. Það sem að Jane McAlevey sem hefur verið mentor okkar í Eflingar sagði, hún því miður látin fyrir aldur fram, bara mikill missir af henni og hennar orku og skynsemi, hún sagði þetta, ég vakna á morgnana hugsandi það hvernig ætla ég að vinna og ég hef ekki áhuga á því að vera að taka þátt í verkefnum þar sem að fólk ekki á þeim stað og það var ekki af því hún var í vond og leiðinleg og hún var ekki með eitthvað svona skipta heiminum upp í winners and losers, heldur að ef þú ætlar að ná árangri fyrir hönd venjulegs fólks, verkafólks, láglaunafólks þá þarftu bara að hafa þetta mindset, þú þarft bara að hafa það. Þú talar stéttabaráttuna og afl almennings að stéttabaráttan og afl sem almenningur hefur þar sem líklega það hótunum að fara í verkföll og beita sig í verkfallsbaráttu sé vogar aflið til þess að breyta samfélaginu. Já. En þá verð ég að spyrja hvernig skilgreinir verkalýð? Er það fólkið í Eflingu? Eða er kennari verkalýður? Nei. Hvernig skilgreinir verkalýð? Þú tilheyrir stéttvinnuaflsins, þú ert verkamanneskja ef þú ert að vinna verkamannavinnu, þá ert að verkamanneskja. Þú verður að skilgreina því að við vorum að fara yfir eitthvað heimur hefur breyst mikið. Þetta var auðvelt fyrir 150 árum. Og við getum ekkert verið þar og mér finnst ekki gagnlegt sem að sumir marxistar gera að segja mitt að við séum bara ennþá stödd þar, þetta sé bara það sé eigandastéttin og svo séum við öll hinn bara einhvern veginn á sama stað. Það má vel vera að þegar það kemur að einhverjum skuldadögum að þá endi það þetta svoleiðis, skilurðu, og þú veist, ef það kæmi einhver ég veit ekki, einhver katastrófa, þá kannski yrði láglaunakonan í Eflingu skyndilega mikill bandamaður konunar sem er kennari og vice versa, en eins og samfélagið okkar er uppbyggt núna, þá finnst mér ekki gagnlegt að skilgreina þetta með þessum hætti. Það eru margir hópar og margar stéttir og þetta er ekki bara mín einmitt einhver svona skoðun sem að ég kokkaði eitthvað upp í hausnum að mér heldur finnst mér þetta augljóst ef við skoðum bara síðustu ár á Íslandi og hvernig kjarabaráttan hefur farið fram og hvernig
málflutningur vissra hópa hefur verið, hver svona markmiðin hafa verið, þá finnst mér þetta mjög augljóst að það þarna skýr mörk á milli sem sagt kjarabaráttu vinnuaflsins, verkafólks og láglaunafólks og svo þeirra sem eru með menntun og starfa sem einhvers konar fagstéttir, meðlimir fagstéttana og svo framvegis. Að kjarabaráttu þeirra sé andstæð ykkar kjarabaráttu? Skaðana? Málið að ef við til dæmis horfum til Bandaríkjanna og skoðum til dæmis það sem að Jane McAleer var að skrifa sem að voru iðulega lýsingar af þeim baráttum sem hún hafði tekið þátt í. Þar sjáum við dæmi samfélög, Chicago og víðar, þar sem einmitt þessi svona harkalega skipting ekki til staðar, þar sem það verður til svona community operasjón til dæmis að lyfta upp launum kennara, lyfta upp launum hjúkrunarkvenna og svo framvegis. En hér á Íslandi þá hefur stemningin verið svo að það eigi að mynda menntun til launa og fólk hefur túlkað það með þeim hætti að það sé einhvern veginn skrifað inn í alla kjarastefnu að manneskja sem hefur lokið einhverju námi og komið með einhvers konar svona sérfræði þekkingu eigi bara á nokkrar umræðu að fá töluvert mikið hærri laun heldur en þau sem hafa ekki gert það. Og stærsta baráttumál BHM á undanförnum árum hefur einmitt verið þetta að koma í veg fyrir að það sé hægt að semja krónutöluhækkanir þar sem allir eru bara að fá nákvæmlega sömu hækkun sem augljóslega dregur úr misskiptingu og minnkar mismun í samfélaginu og tryggir einmitt að hækkanirnar nýtast láglaunafólki betur heldur en hinum hærri launum. En þá ekki verið að deila einhverju svona köku eða sneið eða hvað sem þetta orðað á all launafólk og það verið að gera það með jöfnuði en mest í ójöfnuður náttúrulega milli launafólks og þeirra sem að eiga auðvaldsins. Það hefur ekki að stækka sneið launafólks alls. Já, ég bara mér hefur nú verið helkansilerað af fólki sem að kalla sig sósíalista og einhvers konar verklýsina fyrir það til dæmis að halda þessu fram og það bara mín staðfasta afstaða að fólk í langstærstur meirihluti fólk sem að tilheyrir íslenskri millistétt hefur það bara mjög gott. Það auðvitað með há húsnæðislán en það hefur góð laun, það hefur háa lifistandarda bara í öllum mannlegum samanburði, bæði í okkar samtíma og bara gegnum mannkynssöguna. Það getur lyft sér mikið af hlutum og það getur séð með góðum hætti fyrir börnunum sínum að þú berð þetta svo sama við því miður allt og stóran hóp fólk sem að tilheyrir vinnuaflinu þá þetta alls ekki sambærilegt með neinum hætti og svo þegar þú bætir við þetta að menntum millistétt þetta iðulega íslensk, talar íslensku, með íslenskt tengslanet og svo framvegis og ber það saman til dæmis við félagsfólk Eflingar sem að 60% eru innflytjendur þá aftur bætist við, þetta einmitt það sem hefur verið kallað svona intersectional nálgun sem að auðvitað þarf að vera til staðar þegar við erum að skoða þessa hluti, þá bætist það við stöðu manneskjunnar í þessu svona efnahagslega hierarki og gerir það líka erfiðara fyrir hana að færast upp og svo framvegis. Þannig að, ef við værum á einhvern svona stað þar sem það væri almennt í samfélaginu hjá fólki sem eru ekki meðlimir eigenda stéttarinnar sterk stéttavitund, sterk svona vitneskja það, eða réttara sagt samþykki á því að við vildum ekki byggja upp samfélag með þeim hætti að fáir ættu atvinnutækin og auðguðust óhóflega og flestir þyrftu bara að vera í launavinnu, þá gætum við þetta staðið öll saman, þá værum við líka mögulega einhverju svona forbyltingar ástandi. Það ekkert sem bendir til þess að við séum þar, aftur á móti margt, mögulega allt sem bendir til þess að samstaða þeirra sem ekki eru í stétt verkafólks með verkafólki sé reserveruð fyrir 1. maí, þar sem við löpum einhvern veginn öll saman og syngjum nallan 200 sinnum. Allt launafólk. Allt launafólk lappar saman og syngur nallan bara aftur.
þar sem að sumir sem að labba þekkja það sem að verður að lýsa í textanum, þekkja skortsins glímutök og svo framvegis, en aðrir eru bara eitthvað, þú veist, geta alveg eins verið að syngja bara hérna, ég veit bara ekki einu sinni hvað, þú veist, ég er komin heim með eitthvað. Já, ég hérna, þú veist, fyrir mér er þetta svo rosalega augljóst og af hverju ætti verkafólk að láta, þá erum við líka með svona false consciousness sem er náttúrulega það versta sem að meðlimi verkastéttarinnar geta lent í, þar sem við erum farin einhvern veginn að samsama okkur fólki sem að, hefur bara áhuga okkur á tyllidögum og er svo bara í fílu við okkur og móðgast og vill bara hrekja okkur einhvern veginn burtu ef við segjum ekki allt nákvæmlega svo þau vilja við segjum það, ef við erum bara sjálfstætt fólk sem ber höfuðið hátt og þekkir sitt virði og segir bara, ég er jafn mikils virði og þú, mér þykir letta þessara tilfinninga hennar en ég bara get ekki samþykkt að þú ert eitthvað merkilegur en ég, þrátt fyrir það að þú hafir sittið á skólabekk 5, 10, 15 árum lengur en ég. Börnin mín og börnin þín eða bara bæði jafn gott skilið, þú veist þegar þessu er bara tekið sem stórkostlegri árás og bara allt gott og heilagt, þá hlyti manneskja sem myndi samt vilja halda því fram að allir okkar hagsmunir væru þeir sömu, að vera annarkvort bara einfeldningur, óheðleg eða innflykt af svona false consciousness og allt af þessu er mjög slæmt. Sumir eru með þetta allt í einu og þá er það alveg ekstra slæmt og það er ekki hægt að tala við slíkt fólk en sumir eru kannski bara með eitthvað eitt af þessu og þá er kannski auðveldara fyrir fólk að leggja þetta til hliðar og setja sjálft sig í fyrsta sæti sem er nú svona einn af stóru boðskupum nútímans. Það er boðskapum vinn til verkafólk. Sittið ykkur sjálf í fyrsta sæti, sittið börnin ykkur og fjölskyldunar ykkur í fyrsta sæti og ekki vera að velta ykkur upp úr því að einhver manneskja, þú veist, vilja að hennar vandamál sé einhvern veginn meira vandamál en ykkar. Þetta er nú bara ekki mjög flókið, sko. En ég er nú samt að reyna að skilja. Þetta er bara staða stéttabaráttunum. Þú skilur þetta alveg. Ég þarf að skilja þetta fyrir alla sem er að hlusta. Ef við tökum bara samfélagið sjálft. Maður gæti hlusta á þig og með þess að svo að þú varir að þú erum mittan til þess í skortsins-glímutök að það sem er raunmurlegt breytiafl í samfélaginu er skorturinn og viljinn til þess að breyta sínum eigin stöðu og þess vegna mikilvægt að fólk setji sjálf á sig í fyrsta sæti. Og sjálfsvirðingin. Þarf ekki að vera sko skorturinn og þú veist ég er ekki þar að það þurfa einhvern veginn að vera að manneskja geti ekki komið og ekki þátt í baráttu verkafólks einhvern veginn ekki gjaldgeng nema hún geti sagt einhverja persónulega sög af skorti, ég er ekki þar. Ég er þar að já, það er auðvitað fullt af fólki sem að þekkir skortsins glímutök og þess vegna er mótiverað en svo er líka bara fullt af fólki í eflingu sem er að taka þátt í baráttunum vegna þess einmitt að það þekkir sitt virði og það lítur svo á að það eigi meira skilið vegna þess að það veit að það er algjörlega ómissandi faktor bara í verðmætaframleiðslunni og það mótivera það og það er ekkert ómerkilegri mótivasjón en hinn. Nei, en svona heilt yfir að þá er skortsins-glímutök ef maður taka því þú nefndir það því það verið munurinn og ykkur í fyrstu maígöngunni og mörgum öðrum sem hefðu það ágætt og bara í samhengi við Ísland og söguna og allt saman eins og þú lýsir að þú ert með skortsins-glímutök og þú vilt breyta ykkur og þú gengst við því að þú hefur rétt á því sem er sjálfsvirðingin og þú gerir kröfur að það sé breytiaflið og ef maður horfir á allt launafólk að þá er þetta kannski ekki svo stór hluti þjóðarinnar sem að þú ertur að segja sem er með stöðu og hefur möguleika svona í náinni framtíð á okkur í svona sjálfsskilgreiningu það að þetta sé verkefni mitt til þess að bæta mitt líf er að taka þátt í þessari baráttu og breyta samfélaginu að þá er það kannski ekki svo stór hópur svo líka maður horfa á vogaraflið sem er tæki sem að verkafólk hefur til þess að knýja á kröfur sínar að þá líklega metur þú að það sé frekar líka hjá þessum tiltölulega fámenna hópi ef við erum að bara saman það er að vera að tala allt launafólk þar sem við verðum kannski að tala 80% af þjóðinni en þú ert kannski að tala 20%. Þannig ég er að tala bara sem hreyfiafl breytinga sem skiptir miklu máli fyrir sósíalíska baráttu og vinstri baráttu hvernig fólk sér það. Að þú ert líklega að leggja til að hlaupa ekki til of mikillar samfylkingar með fleirum og snemma því að það þinnir bara út erindið og boðskapinn og kemur ekkert út úr þessu. Þannig ég er að byrja að útskýra hvernig þú sér þetta fyrir þér, hvernig út úr þessari greiningu, hvernig samfélagið breytist til góðs. Já, sko til dæmis eins og þetta að hlaupa ekki til og verða partur af of stóri samfylkingu. Það er til dæmis það sem að var svona
vandamál verkafólks innan íslenskrar verkalýðshreyfingar og þar innan Alþýðusambandsins og já, höldum okkur bara þar, ég þekki það, innan Alþýðusambandsins, þá var, það mjög vítt tekju spektrum, innan Alþýðusambandsins eru, ég veit ekki, 130.000 manns á vinnumarkaði sem tilheyra félagunum sem tilheyra Alþýðusambandinu og þar fólk sem alltaf lægst í öllum kjarakönnunum og öllum skýrslum kjaratölfræði nefndar og þar eru verkakonurnar auðvitað alltaf langlægstar og svo ertu með hátekjuhópa kallastéttirnar, félag verkstjóra og málumtæknimanna og stór hópur af iðnaðarmönnum og sjómennirnir og svo framvegis sem eru með mjög há laun. Og þetta var og reyndar enn einhvers konar tabú að taka þetta til umræðu á stóra vettvangi Alþýðusambandsins og því miður þá sé ég ekkert að það muni neitt breytast á næstunni. Þetta bara rosalega það erfitt að komast úr þessum fasa, ég held á þessum tímapunkti að það sé bara eiginlega ekki hægt. En það sem að við í Eflingu höfum gert að fara þá bara áfram okkar róttæku baráttu leið og neita að skrifa upp á það til dæmis að það sé bara sjálfsagt og eðlilegt að einungis sé samið prósentuhækkanir, neita að skrifa upp á það til dæmis að tillögur Alþýðusambandsins í efnahags- og skattamálum eigi einhvern veginn átómatist að gagnast öllum sem að tilheyra Alþýðusambandsfélagunum jafn vel, heldur við höfum sagt nei, þetta bara fráleit nálgun. Ég meina við þurfum ekki til dæmis að krefjast þess að fjármunir ríkissjóðs séu notaðir með sama hætti til þess að liðsinna fólki sem að þegar hefur mjög góð laun og svo þeim sem að ná ekki endum saman og svo framvegis. Þannig að eina leiðin þarna fyrir okkur til þess að ná árangri var að gangast ekki inn á þessa sýn að við værum einmitt bara öll partur af einhverjum verkalýð, við værum bara öll í baráttunni saman, vegna þess að við sáum með mjög skýrum hætti að ef við myndum samþykkja það, þá myndi það einfaldlega þýða að áframhaldandi ástand myndi bara endur skapast að verka og láglaunafólk yrði það bara alltaf áfram aftast í röðinni. En hefur þetta ekki verið oft svona í sögunni að til dæmis eins og Dagsbrún fór verið Eflingar voru stundum í verkamannasambandinu, stundum í Flóabandalaginu, náði svo inn í ASÍ með einhverjum kröfum þar sem að þurfti að vera allur hópurinn til þess að ná fram eins og í húsnæðismálum og menn hafa bara þurft að velja stöðu en það ég er ekki og alltaf vitandi það að þú ætlar að fara með allar ákvarðanir upp í efstalagi þá verður það svo útþynnt að þú nærið einhverjum árangri þannig að kaupkröfunar okkar verða hér. Þessar kröfur eru hér. Hérna höfum við ekki afl einn til þess að ná þessu fram í skattamálum eða húsnæðismálum, þess vegna verðum við að gera það með hinum. Já, en þá þurfum við samt, ef við ætlum að gera það með hinum, að í það minnstu þarf þá allan að lágmarkskrafan að kröfurnar gagnist þá okkar fólki, en ekki að við kvittum upp og skilur eitthvað nonsens það að þarna, og þar var stemningin, og þetta komin mörg ár síðan, en stemningin til dæmis þegar við vorum að undirbúa almennu kjaraviðræðurnar þarna 2018-19, þá allt í einu voru til dæmis meðlimir iðnaðarmanna félagana mjög hrifnir af því að það væri svona einmitt krónutölu nálgunin á það sem ætti að koma úr ríkiskassanum til launafólks. Þá allt í einu var það bara ekkert mál, en God forbid ef við tölum það inn í launakröfunum. En það sem ég að segja að hvaða manneskja sem að telur að hún geti farið fram og með bara einhvern veginn svona sínum eigin samfæringarkrafti eða með því að berja einhvern í hausinn með einhverjum töfrasprota geti snúið tilbaka síðustu áratugum af hrörnandi stéttavitund, af aukinni misskiptingu, af samfélagi sem núna mjög fragmenterað, búið til úr gríðarlega mörgum mismunandi hópum og stéttum og við getum einhvern veginn lagt síðustu áratugi bara til hliðar og við erum komin inn í einhvern nýjan samtíma bara af því að við viljum það, augljóslega það ekki að fara að gerast. En ég að spyrja hver leiðin svona sirka? Já, ég núna formaður í þessu félagi og leiðin fyrir félagið sem ég formaður fyrir, hún þessi að við sjáum að innan
Við sjáum að innan félagsins okkar þar koma saman allir þessi mismunandi svona identity hópar. Við erum með þau þarna, þannig að við bara fögnum öllum, það eru allir velkomnir, en við erum aldrei að velta okkur til dæmis upp úr þessu og okkar stefnumótun, hún snýst ekki það. Félagið er stéttarfélag og verkalýðsfélag og þau eru saman komin út af því. Já, en til dæmis eins og Alþýðusambandið, BHM, BSRB fyrir gríðarlega mikið púður og gríðarlega mikil vinna inn á þeim vettvangi í að vera í þessari svona identity politík og vera einhvern veginn að stefnumótun varðið identity politík og mikla vangaveltur og mikil orka starfsfólks og annar sem fer í það. Við erum ekki að gera það. Við erum að fókusera á það sem að sameinar okkur. Það hefur verið okkar stærsta gæfa og það sem sameinar okkur að við tilheyrum þessu félagi og tilheyrum þessari stétt. Svo förum við af stað og við höldum áfram að byggja upp félagið okkar og fá fleiri til liðs við okkur. Vegna þess að á endanum þá er það leiðin fram á við. Svo á þessum tímapunkti getum við auðvitað ekki annað en óska þess að fleiri fylgi okkar fordæmi og vilji fara sömu leið, fleiri félög. Það er ekkert sem að bendir til þess. Við getum samt eins og þú varst að nefna áðan verið í svona coalitions með hinum og þessum þegar það hentar okkur, en við gerum það ekki nema það hendi okkur. Við trúum því ekki að Efling sé byltingarhreyfing. Við erum ekki stjórnmálaflokkur, við erum ekki með byltingu á stefnuskráni, við erum ekki að agitera fyrir slíkum hlutum. En bylting með svona litlu stafa, því að það er eiginlega orðið algengar í notkun orðinu, það er allt orðið byltingar. Já, það gæti vel eins verið byltingum að auka hér stéttarvitund fólks, þannig að eftir... Þú veist, mér langar bara ekkert að tala svona, mér finnst þetta líka einmitt, af því þetta er orðið eitthvað svona, þetta er bara algjörlega meaningless, þú veist, þetta er bara svona, þegar allir eru bara eitthvað, já, ég ætla... áhrif að kennarar, segjum það, því nefndu það áðan, að þeir hefðu þá stéttarvitund, að þeir upplifðu, að þeir hefðu sambærilega stöðu með ykkur og stæðu með ykkar baráttu, eins og þeir áttu sig á því að það væri leiðin til að breyta samfélaginu. Sérðu að sú þróun getur orðið eða verðið þið bara ná fram ykkar breytingum fyrir ykkar fólk inn í því þjóðskipulagi sem að nú er? Það er náttúrulega augljóslega það þjóðskipulag sem nú er. Við búum bara inn í því þjóðskipulagi. Ég meina, já, það er bara augljóst. Það er svolítið þrengt að stéttabaráttu þar. Það eru takmarkaður verkfallsréttur, raunverulega. Já, en til þess að við getum þá komist á næsta stig, bara ef við ætlum að hafa þetta eitthvað svona mega einfalt, þá erum við bara að skoða þetta bara eins og eitthvað svona tölvuleik. Þú þarft til þess að komast á næsta stig, þú þarft að vinna stigið sem þú ert á. Okay. Þú getur ekki sleppt því. Hver er endakallin á þessu stigi sem ég er á núna? Já, segjum sem svo að Efling haldi áfram á þessari vegferð sem hún er á og það gangi áfram vel. Við fáum frið til þess að starfa, við höldum áfram að fjölga trúnaðarmönnum, við höldum áfram okkar svona bara uppbyggilegu stéttavitundar baráttu, að fleiri og fleiri gangi til liðs við þannan svona baráttu kjarna sem er í félaginu og félagið verði þar af leiðandi stærra vegna þess að þetta er ekki bara spurning það að vera með stórt félag eins og Efling er með 28-30 félagsmönnum. Þetta er spurning það hvernig félag ertu. Þetta er ekki bara spurning það og þetta er líka það sem Íslensk verkalýðshreyfing hefur gert. Bara, já, 90% allra vinnumarkaði eru í verkalýðsfélagi af því leiðir við erum með bestu verkalýðshreyfingu í heimi. En þetta er náttúrulega bara spurning það hvernig félag ertu með, hvernig hreyfing ertu með. Ég vil vera með félag sem að þegar að það mætir til kjarasamningsviðræðna þá vita bara allir að við meinum það sem við segjum og það er eins gott að okkur sé sýnd virðing og það sé tekið mark á okkar kröfum og að hagsmunir félagsfólks Eflingar séu þannig að fólk skilja þeir eru mjög mikilvægir og þá að virða þá. Ef að við getum gert þetta áfram og eftir 5 eða 10 ári ég get hort tilbaka og séð með mjög skýrum hætti að ég hef náð miklum árangri með félögum mínum í þessu, þá kannski verða einhverjir á leiðinni búnir að líta til okkar og eru tilbúinir til þess að gera eitthvað sambærilegt. En ég ætla líka bara að segja að það er líka mikilvægt fyrir okkur í Eflingu að vera jarðtengt í því sem við erum að gera. Það er bara mjög mikilvægt að vera þar og að við erum ekki að búa til þá hugmynd inn í hausnum á okkur sjálfum eða inn í hausnum á öðrum að við séum, að við séum að fara að gera eitthvað sem að við erum ekki að gera. Við erum að fara að gera eitthvað sem að við erum ekki að gera. Við erum að fara að gera eitthvað sem að við erum ekki að gera. Við erum að fara að gera eitthvað sem að við erum ekki að gera. Við erum að fara að gera eitthvað sem að við erum ekki að gera. Við erum að fara að gera eitthvað sem að við erum ekki að gera. Við erum að fara að gera eitthvað sem að við erum ekki að gera. Við erum að fara að gera eitthvað sem að við erum ekki að gera. Við erum að fara að gera eitthvað sem að við erum ekki að gera. Við erum að fara að gera eitthvað sem að við erum ekki að gera. Við erum að fara að gera eitthvað sem að við erum ekki að gera. Við erum að fara að gera eitthvað sem að við erum ekki að gera. Við erum að fara að gera eitthvað sem að við erum ekki að gera. Við erum að fara að gera eitthvað sem að við erum ekki að gera. Við erum að fara að gera eitthvað sem að við erum ekki að gera. Við erum að fara að gera eitthvað sem að við
einmitt, eitthvað byltingar afl. Ég meina við búum í kapitalismanum, við búum inn í nýfrjálshyggjunni, við búum í frjálsu flæði vinnuafls og fjármagns, við búum í heimi þar sem að það er bara erfiðar aðstæður allstaðar. Vogarafl breytinga var orðalagi sem ég notaði vist. Við erum vogarafl breytinga. Við erum vogarafl breytinga. Breytinga sem eru á kjörum ykkar fólks eða á samfélaginu. Mér finnst þetta skipta máli vegna þess að endurnýjun sósíalismans eða vinstrisins sprettur það upp úr verkalýðsbaráttunni. Svona klassískt væri ekki hægt að svara öðruvísi en já. Já, en þú veist, ég ætla ekki að vera að svara hlutunum einhvern veginn þannig af því að einhver mannskja hefði svarað en þannig fyrir 50 eða 100 árum síðan. Ég bara vil það ekki. Það er líka bara, ég ætla ekki að vera að halda einhverju fram sem ég sjálf er ekki viss Það sem ég veit, ég er tilbúin til að halda því fram og ég veit að okkar aðferðafræði og okkar nálgun, það er svo nálgun sem að getur látið okkur ná árangri og það er sama nálgun og Mamdani er að nota og það er sama nálgun og Jeremy Corbyn er að nota og það er sama nálgun og fólk sem er að ná einhverjum árangri eða er að fá fólk til liðs er að nota. Það er að bjóða öllum til leiks sem að vilja taka þátt, að vera opin og lýðræðisleg. Það er að vera ekki að setja einhverjar reglur það hvað þú mátt og mátt ekki segja, hvaða hugsanir þú mátt eða mátt ekki hugsa, heldur íta þessu til hliðar og halda áfram mörg og sameinuð. Það er svona svarið sem ég hef við þessum spurningum og það er það sem ég byggi á reynslu annarra, minni eigin reynslu. Það er það sem ég treysti mér til þess að fullyrða að virka vegna sem ég hef sjálf séð að virka og ég séð að virka líka hjá öðrum. En ég er ekki heima hjá mér, ég vinn ekki við það að setja heima hjá mér og búa til memes eða skrifa status eða það er ekki það sem ég er að gera og það er ekki ég vinn í erfiðu umhverfi, ég vinn í raunveruleikanum, ég vinn við það að reyna að fá fleira fólk til liðs við mig og til liðs við félagið og ég veit líka af því ég er þar að það er erfitt. Svo ég veit líka að það er erfitt. Varðandi svona samfylkingar einstök mál og að því að þú sagðir áðan að stéttabarátta væri grunnurinn og þar alveg þetta kvennabaráttan og þau barátta ætti að vera þar inni. Hafnar því að vera í svona einhverju breiðfylkingu, gæti verið friðarhreyfing þar sem eru millistéttar, feministar og fleiri eða kvennabaráttar sem náttúrulega saga kvennabaráttunar á Íslandi er náttúrulega saga breiðfylkingar og þótt að hafi verið rauðsokkurnar og fleira þá tóku þær ákvörðun það að til þess að ná árangri því þær náðu ekki árangri innan en sósíalísku hreyfingar var að leiðin væri svo að byggja upp kvennasamstöðu og það er ekki hægt að efast að þær náðu ákvörðun sigri, það má vel vera að það hafi verið tímabundið rétt ákvörðun og sér komið tími til að snúa aftur. En mér langar að spyrja þetta vegna þess að þetta snýst bara uppbyggingu á vinstri hreyfingu, hvort að þetta sé þannig að þú viljir hafa allar þessar hreyfingar inn í stéttabaráttunni eða bara inn í Eflingu helst og ef það eru utan Eflinga þá má ég bara fara að sína leið. Varðandi friðarbaráttu þar til ég að þar getur starfað með öllum. Eitthvað sem segir við viljum fá frið en hann er ekki að andmæla heimsvaldastefnu Bandaríkjanna. Þá vill hann ekki frið. Þá vill hann ekki frið. Þannig að þú vilt að hann gangi við því. Já, ég meina þá bara vill hann ekki frið. Hann getur bara, þá er hann bara delusional eða bara að rugla. Það er engin manneskja sem að viðurkennir heimsvaldastefnu Bandaríkjanna og vill frið. Þannig að heimsvaldastefnu Bandaríkjanna gengur út á það að viðhalda ófriði. Þannig að við þurfum ekki að tala það. Þannig að friðarbarátta er gegn heimsvaldastefnu Bandaríkjanna. Já, hún er bara gegn já, að sjálfsögðu. Og manneskja sem skilur það ekki, þá skilur hún ekki hvað friðarbarátta þarf að ganga út á. Ok, það er mjög einfalt. Varðandi kvennabaráttan eins og hún er háð núna með þessu bara allir eigi bara að koma saman og þannig eigum við bara að skilja allt eftir nema þetta identity okkar sem er þá það að vera konur eða skilgreina sig sem
konur eða eitthvað svoleiðis, það henta mér ekki og ég hafna slíkri nálgun. Ég til dæmis er mjög ósátt við og hafna og hef gagnrýnt það harðlega og mun halda því áfram að vettvangi Alþýðusambandsins. Alþýðusambandið gangi til liðs við félag kvenna í atvinnurekstri í því að halda upp á kvennaár og halda kvennafundi. Þetta er að mínum viti fráleit nálgun og mér finnst hún til háborinnar skammar að Alþýðusambandið sjálft geti marserað saman undir fána kvenfrelsisbaráttu með félagi kvenna í atvinnurekstri þar sem eru helstu stjórnendur allra helstu risafyrirtækja Íslands og allra hinna fyrirtækjana líka. Arion og restingafyrirtækin og kvótafyrirtækin og bara öll fyrirtækin, þetta er hneyksli og bara þarna getur eitthvað svona gerst. Þú myndir aldrei sjá Alþýðusambandi kvitta upp á það að fara í eitthvað svona coalition mál með bara hinum og þessum svona eins og ekkert sé. En þarna er það gert, þarna allt í einu eigum við bara að skilja eftir þetta mikilvæga mál að það við erum í antagonísku sambandi við meðlimi auðstéttarinnar og fyrirtækin og auðstéttina af því að við erum Alþýðusambandið. Þarna bara allt í einu er það gleymt. Og af hverju? Fyrir hverja? Hvers vegna? Nú er ég að fulla að hugsa því mér finnst eins og eitthvað samband hafi gerst í sambandi við svona samninga síðustu ríkisstjórnar við atvinnulífið í umhverfismál. Mér finnst þetta niðurlægjandi fyrir mig sem konu. Fyrir mig sem konu þá er ég niðurlægð af þessu því að hvað barnaskapur er þetta og hvernig má það vera að kvennabaráttan ætli að vera svona yfirborðskennd og einfeldningsleg, niðrandi fyrir mig sem fullorðna konu, niðrandi fyrir eflingarkonur, niðrandi fyrir verkakonur, niðrandi fyrir þær konur sem eru arðrændar af þessum öllum að þurfa einhvern veginn að kvitta upp á að í baráttu sem er illskiljanleg með erfið og útskýranleg markmið, þarna eigum við allt í enn að standa saman. Háborna skammar. En kvenna miðuð stétta barátta, hún er aftur á móti árangursrík og merkileg og við höfum verið með baráttur inn í Eflingu þar sem að við höfum verið mjög kvenna miðaðar og þar sem að konur, og bara í öllum þeim baráttum sem við höfum farið á alltaf konur stilt sér upp í framvarðarsveitina og við höfum líka verið með mjög svona kvenmiðaða nálgun í því þegar við erum í kjarabaráttum. Það er líka af því að við erum með mjög mikið af mjög stórum kvennastéttum. En þú veist, þetta er líka bara, þetta er ekki flókið fyrir mér. Ég ætla að reyna að skjóta það inn að því mér finnst eins og Alþýðusambandið eða verkalýðshreyfingin hafi tekið þátt í eitthvað svona sambærilegum þar sem að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur var að gera svona samninga einhvern veginn eða svona yfirlýsingar með ýmsum atvinnugreinum. Þá minnir mig að verkalýðshreyfingin hafi verið þarna með. Að lýsa hverju yfir. Að lýsa hverju yfir. Eitthvað svona stemmskuli að því að draga úr mengun í sjávarútvegi og svona. Þetta var náttúrulega ekkert úr þessu. Þetta voru bara einhverjir yfirlýsingar, oft teknar myndir á lóðinni við ráðherrabústað. Þetta er náttúrulega, svona er nútíma pólitík. Og þetta er það sem við í Eflingu til dæmis viljum ekki vera kvitt upp á. Þannig að einhver svona sýndamennska og dygðarskreiting og dygðarflöggun er einmitt pointless. Hún skilur engu og hún er bara fyrir fólk sem að þarf ekki í alvöru að vera að berjast fyrir raunverulegum hlutum. Þá er þetta auðvitað auðvelda leiðin. Þetta er svona eins og að halda það, og það er til dæmis það sem að Jane McAlevey líka talar ekki halda það að þú getur barist á netinu transleitin í alvöru árangur. Það er það ekki. Ekki halda það að þú kvittir upp á eitthvað plagg á netinu eða kommentir einhvers staðar að gera eitthvað. Það er aldrei að fara transleitin í alvöru árangur eins með þetta. Þú getur alveg skrifað undir eitthvað plagg og flagga einhverjum fána. En það er ekki að fara að transleita yfir í alvöru árangur. Þú nefnir þetta, þá er margt fólk sem hefur tekið þátt í baráttu gegn þjóðarmorðinu í Palestínu einmitt með þessum aðferðum. Bara posta ykkur á hverjum degi, mæta alltaf með fánan sinn. Já, það er eins og það drepa fólk. Og sömuleyti má segja að þessi barátta, ekki bara í Íslandi, bara út allan heim, er að hægt og bítandi að skila árangri. Ég heldur reyndar að það er fólk sem að mætir í fleskinu
með reglulegu millibili allstaðar í hérna öllum stórborgum heimsins og svo auðvitað restin af heiminum sem að tilheyrir ekki Vesturlöndum, það auðvitað líka pólitíska stéttin að berjast fyrir því að Jú, en breytingin að verða kannski mögulega í okkar heimsluta og okkar heimsluti vandamálið. Þannig að okkar heimsluti vissulega vandamálið. Það þarf að breytast. Já. Og það fólk sem að tekur þátt meðal annars í því að bara pósta einhverju og linnulaust og bara halda áfram með öllum tiltækum aðferðum og mæta í holdinu eða getur. Og ég meina fólk að mæta núna var bara í London og út allt Bretland með helgina sem fólk mæti til að láta handtaka sig. Bara stórkostlegt, frábært. Það hardcore aktivismi og ég ber mjög miklu virðingu fyrir fólki sem tilbúið til þess að gera þá hluti. Það ekki að sama og kvitt upp á eitthvað á netinu. Það ekki að sama. Þú getur gert annað hvort, þú getur gert bæði, en þú getur ekki haldið því fram að það að búa eingöngu inn í veröld þar sem að þú hefur ekki snertingu við annað fólk, þar sem að þú dregur þig einhvern veginn út úr því mannlega samfélagi geti skilað sama árangri og það interakta við fólk og svo framvegis. En svo ég heldur ekki að vera eitthvað að halda því hér fram að það að berjast fyrir því að þjóðarmorð á fólkinu í Palestínu hætti sé nákvæmlega sambærilegt við það að skipuleggja verkalýðsfélag og fara í verkalýðsbaráttu. Það heldur ekki þannig og það að sjálfsögðu ekki einhver one size fits all og það ekki ein lausn sem hægt að yfirfæra á allt, augljóslega ekki og þegar ég að kvóta Jane McAlevey þá ég náttúrulega að tala hennar kennslu og hennar boðskap í skilningnum hvernig ætlar að skipuleggja vinnandi fólk til þess að það geti náð árangri í sinni baráttu. Þú leggur áherslu á svona út frá þeirri stöðu þessum út í dag að skipuleggja baráttu eflingafólks og að barátta í öðrum málum sem ekki bara liggur hreint fyrir að eigi sér stað innan eflingar, að það sé byggt á þeirri baráttu. Að það sé ekki tilhönd fyrir eflingu að vera að taka þátt í svona breiðfylkingum nema það séu bara á grunni stéttabaráttunar. Við til dæmis... Þú vilt ekki gefa það svona hugmyndu það hvort að það sé nægt vorafl til þess að ná fram breytingum í samfélaginu eða hvort að sú barátta muni smita út frá sér eða læra af henni þannig að það verði fleiri til þess að við getum breytt samfélaginu. Ég vona það. Þú vonar það en vilt ekki alveg svona segja hvernig það getur gerst, það séu það ekki. Á þessum tímapunkti, ef ég tala hreinskilnislega, þá finnst mér nú ekki margt benda til þess bara með að við það hvernig talað okkur í Eflingu og hvernig hefur verið komið fram við okkur í Eflingu og hvernig hefur verið látið við okkur að það sé einhver risastór hópur fólks sem að sé í pólitísku starfi eða í öðrum verkalýðsfélögum sem sé rosalega inspirerað og segja, vá, frábært sem þau eru að gera þetta og þau hafa aldrei staðið sig vel. Kannski kemur að því í samtölum við borðið ég held að það sé fullt af venjulegu fólki sem að lítur svoleiðis á en ég var að hugsa að spyrja áðan að þú varst að tala um virðingu ég meina af hverju talar svona því að ég bara frá því ég man eftir mér að þá ég upplifa það að veri mikil virðing borið fyrir ég nefndi Dagsbrún og að því Efling nafnið nú ekki nema það nú að þramtorðið hvað 25 ára gamalt Þannig að það hefur ekki alveg svona menningarlega rótfasta hugmynd en forverarnir hafa það. Já. Og ég kannast ekki við annað en að þessi bóri mikil virðing fyrir hverju? Eflingu. Já, ok, gott. Það er bara gaman að heyra. En þú verður var við vanvirðingu. Ég myndi segja að á þessum tímapunkti erum við komin á þann stað að mögulega er sá tími liðinn þar sem að þessi svona konstant vanvirðingarstemning var til staðar, en hún var sannarlega til staðar. En við höfum auðvitað bara sýnt að hún bara ekki árangur, þetta hafði ekki þau áhrif á okkur sem þetta átti að hafa, sem átti einhvern veginn að vera að við myndum lippast niður eða ég myndi fokka mér eða eitthvað, það gerist ekki. Þannig þú ert ekki að meina kannski svona Eflingu og Dagsbrún í samfélaginu heldur það að þið komið þarna utan að náið félaginu yfir ykkur og eruð að umbreyta því að þá hafi árásöfna verið og vanvirðingin Já, en svo myndi ég nú segja að þrátt fyrir það að þú veist þessi ykkur fólk sem að segja já, Dagsbrún var frábær og Gvendi Jaggi og kallarnir á höfninu og eitthvað, það var náttúrulega augljóst á síðustu áratugum að verkafólk hefur verið látið fara aftast í röðina og
svona stéttastolt verkafólks, það var auðvitað markvisst barið niður og það birtist með ýmsum hætti og í það minnsta var það held ég mjög áberandi fyrir þau sem að tilheyra stéttaverkafólk og þetta var í staðreyndin og bara svo ég rifji upp til dæmis eina svona skýra birtingamynd á því hvað einmitt Efling áður en að við tókum við var orðin svona infektiruð af þessu, þá var slókanið við erum öll mikilvæg sem einmitt svona, þú veist, þú ert líka mikilvæg, þetta svona þess að þú segir við svona skilur þetta svona klapp á hausinn, þú ert líka mikilvæg, Grái herinn notar þetta. Við sem þetta ekki, við sem við erum ómissandi, við erum grundvallar atriðið í allir verðmætasköpuninni. Já. Og það ekkert allir mikilvægir, sumir eru bara ekkert mikilvægir, fullt af störfum sem eru bara algjörlega ómikilvæg og það bara fullt af fólki í þessu samfélagi, fullt af fólki í stjórnmálum, fullt af fólki inn í fjármálakerfinu, fullt af fólki út allt sem að absolutt ekki mikilvægt nema mögulega fyrir það sjálft og þau sem að hafa að græða á því að þau séu mikilvæg. Kannski segjum bara á eftirstríðsárunum, þá held ég hafi verið svona, einhver leyti svona samþykkt hugmynd að svona eitthvað í áttina svona sósíalískum kröfum væri framtíðin, það væri framtíðin. Sammála. Eftir svona 1980 þá hefur verið hugmyndir að framtíðin eitthvað sem að ríki businesskallar koma með handa okkur. Núna eigum við líklega enga framtíð, við erum þannig tímum, það eitthvað svona upplausn og það bara raunverulega, það ótrúlega upplausn svona í samfélaginu og vantraust og við lifum eitthvað slíka tíma og bara maður finnur fyrir því hversu fólk á erfitt með að þola fréttir af slæmu ástandi, hvað það fljótt að grípa til þess að þetta sé svona dæmi að það sé eitthvað hryllilegt í gangi. Ég held að þetta sé raunverulegt, ég held að það sé ekki svona að maður sé einhvern veginn að draga upp einhverja svarta mynd. Þegar loforð nýfrjálshyggjunnar reyndust vera blekking, ætti að vera öllum augljóst frá 2008, en samt hefur eiginlega ekkert verið svona uppgjör gagnvart því og það uppgangurinn á stjórnmálasviðinu fyrst og fremst svona nýfasistar og hægri populistar, Meloni og Trump og svo náttúrulega í austrinu, kannski enn skýrari dæmi. Sósíalisminn, hann á svona, það var von við formennsku Corbyn. Það kom svona einhver stemming að fólk sem líklega að vinna núna í New York var að vinna í kringum Bernie Sanders og fleira. Það var svona það sem benti til þess að eitthvað ætti að koma frá vinstrinu það að það sem að brást, við erum með lausnina við því. En það hefur eiginlega hvergi náð stóru flugi. Það ekki í Skandinavíu, eiginlega þvert á móti, en að vinstri flokkarnir þar bara standa sér ekki vel. Og þetta finna svona einstök dæmi og stundur sér þau eitthvað flokk sem að rís og svo kíkjur á hann 2 ára seinna þá hann bara farinn. Hvað þarf að gerast til þess að sósíalisminn getur endurfæðst inn í okkar samtíma? Jesús. Við leikum okkur hér að því að spyrja stórt, það nóg af smáum spurningum. Ég veit ekki hvað þarf að gerast. Ég bara hef ekki hugmynd. Ég bókstaflega ekki hugmynd hvað þarf að gerast til þess að sósíalisminn endurfæðist í okkar samtíma. Þú veist, ég sammála því að hlutirnir eru mjög dimmir og við búum á mjög erfiðum tímum, upplausnartímum við í Eflingum, svo ég bara held áfram að tala þannig og við leggjum mjög mikla áherslu á það að vera hress og glöð og koma saman. Það ekki barlómur, það ekki það ekki svoleiðis. Fókusin á bara svona hvað það gaman og gott að við séum saman og hvað það skemmtilegt að vera í félagskap með öðru fólki og hvað við njótum þess að hittast bæði í okkar svona félagspólitíska starfi og bara í öðrum hlutum sem við erum að gera. Ætli það sé ekki svona ætli það veri ekki svona besta leiðin til þess að reyna að
vekja aftur áhuga fólks á hugmyndum réttlátt samfélag, samfélag sem að byggir svona á velferð allra, að við gætum einmitt hist verið saman, komið saman, barist saman á árangri saman. Fagna lífinu. Já, að við gætum svona kvittað upp á það að bara mannleg tilvera mjög erfið, bara hún það og það sleppur enginn undan því að fá að takast á við þessar svona áskoranir sem Núna ég fyrir mikilvæg vegna þess að hún erfið. Já, og að þess vegna á krafan okkar að vera að við hjálpum stað að gera samfélagið minna erfitt. Það sé betra fyrir okkur öll. Hvort að á vorum dögum það hérna nægilega stór hópur sem að kvittar upp á þessa heimsýn, það mitt. Þú veist, þá bara eftir að koma í ljós. Hvort að það nógu mikið af svona öflugu, karismatísku fólki sem að hefur þessa skoðun og getur verið leiðtogar og getur miðlað þessari sýn og þessari skoðun til annara með samfærandi hætti, þá líka eftir að koma í ljós. En af hverju leggur áherslu á hérna leiðtoga með persónutöfra? Það bara þarf. Það þarf að vera einhver manneskja. Það vegna þess að við lifum svona populíska tíma? Nei, það er bara mannlegt. Ég held að það bara hafa alltaf verið svoleiðis og verið svoleiðis alltaf. Það þarf að vera einhver manneskja eða manneskjur sem að treysta sér til þess að fara í vinnuna sem fylgir því að vera í svona verkefni, hafa áhuga á því, brenna fyrir það og eru einhvern veginn þannig að annað fólk vill koma og hanga með þeim og vera með þeim, eru ekki svona einhvern veginn off-putting, eru ekki signalera ekki með framferði sínu að þeir séu einhvern veginn hrókafullar eða hafi ekki áhuga á að hlusta á aðra en sig sjálfa. Þetta bara mjög mikilvægt og þetta ekkert endilega öllum gefið, en þetta mjög mikilvægt. Og manneskja sem að vill að sósíalismin nái fótfestu og árangri en ætlar jafnframt að halda því fram að eitthvað svona leaderless flatt Occupy Wall Street anarko-struktúrs í leiðin, ég skrifa ekki på það. Það þarf einhver að bera ábyrgðina líka. Það þarf einhver að bera ábyrgðina. Það líka bara mjög mikilvægt að manneskjan sem ætlar að leiða sér tilbúin til þess að axla ábyrgðina sem því fylgir. Og ég ekki af þeim skóla að það að vilja vera leiðtogi, að vilja sinna því af hollustu, að vilja vera góður leiðtogi sé til marks að manneskjan sé eitthvað vond, bara alls ekki. Og mér finnst það skalinálgun og það er til dæmis mjög góð bók sem heitir If We Burn eftir blaðmann sem heitir Vincent eitthvað sem er að skrifa reynslu hreyfinga í kjölfar 2008 í öllum heimslutum og niðurstaðan skýr og hann hefur mikla þekkingu og komið við og hefur verið í samskiptum við mjög mikið af fólki að reynslan skýr, þetta svona líturlaus struktúr, flatur struktúr, hann gagnast ekki, hann mun ekki skila árangri. En hann ekki víða í gangi, flati struktúrin, þannig það ekki hægt að segja að hann hafi brotið niður hreyfinguna, hann ekki verkefnishreyfingunni. Nei, þú varst bara að spurja af hverju ég var talað um leiðtoga og ég var bara að svara því. En svona leiðinni frá því að sósíalistar mistu svona eignarétt á framtíðinni, að þá hefur náttúrulega stéttarvitund fjarað út, félagsleg virkni hefur fjarað út og svo leggur þú oft áherslu á svona identity stjórnmálin og þetta allt saman sem hefur eiginlega vinnur gegn, þetta eru atriði sem að verða að vera með til þess að hreyfingin virki. Ég þarf að hafa sjálfur stéttarvitund og skilning og ég þarf að vilja til félagslegra virkni og hafa trú á því að það geti breytt ykkur. Og ég þarf að geta unni með þeim sem að ég á samleið með í þessu verkefni. En það eins og ég veit ekki þessi tíðarandinn eða menningin sem að hefur unni gegn þessu. Heldur að þetta hafi verið einhver leyti svona skipulagt niðurbrot til þess að koma í veg fyrir að sósíalísk barátta gæti til að rífa hana upp með rótum úr Meinarðu þá svona injection af svona identity pólitíkinni? Ég held ekki að það hafi verið skipulagt en ég held að þessi svona rosalegi fókus á identity pólitíkina
hann fæðist bara svona í kaosi nútímans og hann fæðist bara svona í kaosi vestrænna stjórnmála og svo framvegis, í kaosi svona mannréttinda baráttunar sem að er til staðar og seinni hluta 20. aldar og svo framvegis. En það sem ég veit að núna í þeirri pólitík sem við búum í núna, í þeim samtíma sem við búum í, þá auðvitað verið að nota þessa identity woke pólitík til þess að splundra okkur upp með augljóslega mjög effektífum árangri og ég trúi því að það sé gert með að þetta sé svona mjög gagnlegt tól fyrir meðlimi valdastéttarinnar til þess að fragmentera hópum, til þess að halda fókusnum á einhver svona einsmálsmálefni, til þess að taka hann þá af einmitt því sem fólk á sameiginlegt sem þá vandamálin sem fylgja efnahagskerfinu og stéttastaða þeirra. Ég trúi því. Ég trúi ekki á samsæriskenningar. Við þurfum engar samsæriskenningar. Við búum inni í kapitalismanum og nýfrjálshyggjunni og við eigum að fókusera á að greina þau samfélagskerfi og ekki að vera að eyða tíma okkar í að sækja okkur eitthvað annað. Það er bara nægur efniviður þar til þess að finna alls konar samsæri gegn lífríkinu og almenningi og öllum, en ég trúi því að á þessum tímapunkti þá sé verið að nota þessa hugmyndafræði með mjög árangursríkum og markvissum hætti til þess að reka flein á milli fólks sem á miklu meira sameiginlegt en það á ekki sameiginlegt til þess að splitta þeim í sundur. Og þau svona vók hermennirnir sem að fara til þess að slaufa fólki, til þess að refsa fólki fyrir að hafa aðrar skoðanir, til þess að kalla fólk út eins og það heitir, til þess að brennimerkja fólk. Þetta er fólk sem að áttar sig mögulega ekki á því sjálft, en það er þarna að taka þátt í hrikalega toxic og slæmu verkefni sem að gagnast engum, ekki þeim sjálfum, ekki þeim hópum sem þau telja sig vera að tala fyrir, á endanum engum nema einmitt þeim sem að græða á því að hafa okkur sem sundruðust. En identity í stjórnmálin, kannski bók, þetta er erfið hugtök, sko, þessu flæðandi. Nei, þau eru bara erfið út af því að, ég ætla bara að segja að þau eru bara erfið, að því að fólk, það er svo auðvelt fyrir fólk að fela sig einhvern veginn á baku þetta og segja bara eitthvað, hvað þýðir þetta nú? Come on, það veit allir hvað þetta þýðir. Það er kannski sem er erfið við það. Nei, það er bara þannig að maður á ekki að leyfa fólki að láta svona. Þetta er bara intellektually óheiðarlegt. Það vita allir nákvæmlega hvað þetta er. Allir. Líka þeir og einna helst þeir sem að þykist ekki vita hvað þetta er. Þetta er afleiðing náttúrulega svona samfélagsbreytinga í okkar heimsluta. Það sem að, ég meina, við getum bara farið aftur og sagt það er náttúrulega með verkalýðsbaráttu og kvennabaráttu og það sem að fjöldin myndar sér samtök og býr til félagslegar heildir til þess að berjast fyrir réttindu sínum og svo fær fólk kosningarétt og þá rís upp gríðalegur fjöldi sem átti bara ekki hluta af sögunni og ekki af samfélaginu, ekki af hugmyndunum okkar. Og þessu fylgir náttúrulega gríðarlegar jarðhræringar þar sem að allir þurfa að koma og skilgreina sig, ekki bara út frá stétt. Heldur ég skilgreini mig að því að ég er trans eða ég skilgreini mig að því að ég er með sjúkdóm sem að samfélagi hefur ekki haft neitt skilninga á en er mjög Hver manneskja er með bara mörg identity. Með mörg identity, þannig að við erum að lifa það sem að allur kórinn rís allt inn upp og er að tjá sig og þetta er bara gætum horft á þetta sem bara eitthvað stórkostlega fallegt að við verum að gangi í gegnum bara umbreytingu sögunar vegna þess að við þurfum að endurskilgreina bara mannin og sjálfsmyndina og hver er staða mín og áður en að við getum það þá verðum við að heyra allar þessar raddir til þess að gera það og það verður náttúrulega einhver órói í því og einhver sem við byrju hvað er þess að gera í gleðigöngunni, þetta nú á ekki heima hér og því kannast við þetta alls saman. Veldur alls konar sundrungu, ekki bara svona til þess að kljúa kannski stéttabarátuna. Er þetta ekki bara eitthvað sem að til okkar tíma og við ekki getum við bakkað út úr þessu? Bakkað út úr hverju?
út úr það að fjöldin fái rödd til sjálfsskilgreiningar það hver sem eiginlega sjálfsmynda stjórnmálin. Ég bara ekkert að segja það. Nei. Það sem ég að gagnrýna og það sem ég á móti og ekki bara ég, heldur bara fullt af fólki, það að manneskjur taka sér þann rétt til þess að þagga niður í öðrum og þau gera það með harkalegum og öfgafullum hætti og þau tileinka sér aðferðir sem að sem ég hélt að við værum öll sammála þrátt fyrir að við værum ósammála mjög margt, þá værum við sammála að okkur hugnast ekki þessar aðferðir, okkur hugnast ekki að taka fólk af lífi eins og sagt án dóms og laga, okkur hugnast ekki að banna fólki að tjá sig vissa hluti vegna þess að manneskjan hafi ekki uppfyllt einhver skilyrði áður en hún tjáir sig, okkur hugnast ekki að þagga með ofstæki niður í fólki sem ekki 100% sammála okkur. Það gengur gegn öllum þeim gildum sem að í okkar vissulega gallaða samfélagi eru þó góð, sem frelsi til skoðanaskipta, frelsi til þess að tjáða, frelsi til þess að eiga samtal við aðra á þess að eiga það á hættu að vera máluð upp sem einhvers konar óvinnur annara. Þetta auðvitað vandinn. Þetta vandinn við það hvernig þessi woke hermenn hegða sér og svo vandinn við þessa hugmyndafræði, hvernig hún hefur verið notuð af valdastéttinni, fyrirtækjum til þess að signalera einhvers konar dygðir sem eru samt ekki til staðar, til þess að flagga með réttum fána og réttum degi, til þess að setja fólk í einhverjar þjálfanir það hvað megi segja og hvað megi ekki segja og svo framvegis og svo framvegis. Og þetta vandinn og hann augljós öllum þeim sem horfa á ástandið með bara skynsamlegum hætti. Þá sérðu þetta bara strax, sérst að þetta vandamál og annars vegar þá ertu þarna með vandamál á vinstrinu, vandamál sem gera það að verkum og það verður sífellt erfiðara fyrir einmitt þá fólk að koma saman í einhverjum pólitískum flokki, þannig að þú átt alltaf að hættu að vera ásakaður guðlast ef að þú segir eitthvað sem þú máttir ekki segja, jafnvel þó þú hefur aldrei áttað þig á því og þú máttir ekki segja það, rekin burt og einhvern veginn tjargaður og fiðraður og svo á sama tíma ertu með fyrirtæki sem að notfæra sér þessa hugmyndafræði, notfæra sér orðfæri hennar, notfæra sér einmitt baráttu sem að þau áttu ekkert í, unnu aldrei neina sigra í bara þvert á móti. En ekki leggur baráttuna niður út af þessu? Hvað baráttu? Þetta ekki mannréttindabarátta. Það að exklúdera fólk, það að tjarga og fiðra fólk, það ekki mannréttindabarátta. Það að einhver fyrirtæki sé að dygðaflagga, það ekki mannréttindabarátta. Og ég bara aldrei nokkuð tímann að kvitta upp á það að mannréttindabarátta, barátta fyrir lagalegum réttindum, barátta fyrir því að mega lifa sem frjáls manneskja í samfélagi, að þetta sé orðin woke stríðsmannana og bara aldeilis ekki, þau hafa enga heimild til þess að taka þessa baráttu og láta eins og hún sé þeirra til þess að eiga og það til marks hroka, barnaskap, sögulega vanþekkingu, lélega félagsfærni, skilningsleysi á bara mannlegri hegðun, áhugaleysi á því að sigra í pólitík að fara fram með þessum hætti. Enda það svo að þeir flokkar sem að halda sig án þess að vilja endurskoða þessa stefnu, halda sig í henni, það fyrir ekki vel fyrir þeim. Það fyrir ekki vel fyrir þeim og þá hljótum við líka bara að koma að þessari spurningu. Til hvers fólk í pólitík? Til hvers fólk í pólitík? Það í pólitík til þess að reyna að vinna vegna þess að trúir á það sem það trúir á, vegna þess að vill að veröldin og samfélagið vill að veröldin og samfélagi breytist með einhverjum tilteknum hætti eða í pólitík af því að það sem skiptir það mestu máli að það fá einhverjum svona persónulega recognition að því líði vel það að fara að sofa á kvöldin og vakna á morgnana af því að það einhvern veginn uppfylla einhverja hugmynd sem að fæðist inn í því sjálfu það hvernig það eigi að vera. Af hverju það þá ekki bara í aktivisma?
Af hverju það ekki bara í aktivisma? Af hverju það ekki bara einhverjum eins flokks aktivisma með öllum hinum aktivistunum? Það ekki eins og það sé ekki nóg af sleikum tækifærum. Af hverju vill að skipuleggja sig í flokkspólitísku starfi sem að gengur svo bara út á það, allir segja amen og halleluja við því sem að því finnst og allir hinir verða bara að éta skít og fara til helvítis. Hvers konar bull þetta? Þetta barnaskapur, þetta toxic, þetta grefur undan möguleikum fólks á að vinna alvöru pólitíska sigra, þetta og þetta bara leiðinlegt, þetta leiðinlegt. Og fólk með sjálfsvirðingu, það nefnir ekki láta að tala svona við sig. Fórum yfir það áðan að þú vildir heyja baráttuna frá stéttabaráttunni inn í Eflingu og hvort sem að veri friðabarátta eða kvennabarátta, þá hann að vega grunni þar. En þá ekki þetta sama afstæðan að þú vilt að þeir sem eru taka þátt í þinni baráttu séu sammála þér svona 95%? Nei. Ef að manneskja sem að taka þátt í einhverju tiltekinni verkalýðsbaráttu Eflingar ósammála mér til dæmis í afstöðunni til Palestínu, þá bara getur hún komið og rætt á fundi og hún bara á sitt málfrelsi og hún getur borið upp ályktanir og tillögur og svo það bara greitt atkvæð það eins í stjórn. Mér finnst að stjórn Eflingar eigi að styrkja það sem við getum styrt varðandi til dæmis baráttu fólksins í Palestínu. Svo bara handauppbreytingar í stjórn Eflingar og fólk svo sannarlega heimilt að vera ósammála og það bara oft á tíðum þannig að við erum ekki sammála hluti og þá það bara fært í bókar og við erum samt góðir vinir og félagar þrátt fyrir það. Þú hefur svolítið mikið talað Vogue og frá því að þessu sama sæti eitt tímann í vor eða síðlega vetra, ég man ekki alveg hvernig það var. Nei. Dæmi sem þú taka það sem að fólk slaufað og svona, þegar ég að hugsa meðan þú að tala, að þá finn ég svona dæmi í Bandaríkjunum og svona og ég fór að reyðla með hver á Íslandi hefur verið slaufað fyrir skoðanir sínar. Ég kannast við menn sem hefur verið slaufaðir, ásakaður kynferðislega misnotkun og rakist úr starfi og svona, en með að þekki dæmið þessi í Bandaríkjunum, ég fyrir einhverjir háskólaprófessor sem eiginlega mist vinnun út af þessu, en ég var erfitt með að festa fingur á þessi dæmi hér. Getur verið að þú sett að flytja svona umræðu frá Bandaríkjunum, ég orðaði þetta einhvern tíma svona, þess að skrítið að Íslands kom anti-Vogue eða áður en væri Vogue. Ósammála. Anti-Vogue væri sterkara, heldur Vogue. Ósammála. Hvað getur nefnt með dæmi menn sem hafa bara misti mannorð sitt? Í fyrsta lagi það þannig að það mér fyndi líka fólki sem eitthvað svona svo leild að tala Vogue og ég skil ekki hvað Vogue og eitthvað. Það segir þetta. Að hvað að flytja inn eitthvað frá Ameríku? Eins og ekki allt sem við erum að gera og hugsa og öll pólitíkin okkar og allt efnahagslífið okkar sé ekki flutt inn frá Ameríku. Já, við erum að efast, samt tilgangi með. Já, en ætlum við þarna að vera bara eitthvað, þetta er bara eitthvað flutt inn frá Ameríku. Vonandi gleipum við ekki allt bara hrátt frá Ameríku. Við vitum að við lifum á amerísku öld. Vókið flutt inn frá Ameríku. Já, ok, þannig að Vókið kemur hér og festir rætur hér bara eins og annar staðar. Það þá væntanlega líka að halda yfir anti-Vókið sé líka flutt inn frá Ameríku. En það þá bara væntanlega vegna þess að þú hefur fyrst Vókið, svo hefur anti-Vókið og það sama hvort það í Ameríku eða hér. Ég í alvörinu að spyrja, því að stundum þannig ég í alvörinu að svara. Við erum að flytja frá Ameríku og þú nefnir hættuna og ógnina sem það að það deyr bara allt samtal og vaða hér einhverju upp og ræna fólk lífsviðurværi og bara mannorðinu. Ég sagði þetta reyndar ekki að væri ræna fólk lífsviðurværi en það alvaran á baku þetta. Ógn. En ég bara að segja í einlægni, ég þekki ekki alveg þessi dæmi á Íslandi. Nei, ég til dæmis þekki þau bara mjög vel persónulega. Ég þekki þau bara mjög vel, einmitt eftir að hafa sitið í þessum þætti. En þá var þið bara andmælt, er það ekki bara allt í lagi? Það er bara allt í lagi að andmæla mér og bara ekkert mál, en það að kalla mannesku til dæmis fasista, kalla mannesku rasista, kalla mannesku kvenhatara, kalla mannesku trumpista og svo framvegis fyrir að skrifa ekki upp á boðorðin, mannsku sem hefur ekki sýnt nein einkenni þess að vera rasisti, fasisti, kvenhatari, etc. Það er til háborunarskammar, það er ekki neinu samræmi við þau gildi sem við eigum að vilja kenna okkur við.
það er toxic, það fælir fólk frá og það er að sjálfsögðu tilraun til slaufunar, ef ég myndi núna mæta á Facebook og eftir og segja Gunnar Smári og svo myndi ég byrja í einhvern fúkirða flaum, auðvitað væri ég að reyna að hvetja til að þessu. Ég væri að hvetja fólk til þess að slaufa þér, hvort sem það tekst eða ekki, þá væri ég samt segum þá tilraun. Ef ég tala ég gagnrýni stefnu NATO í Úkraínu, þá ég kallað pútinisti bara með það sama. Hellingaliði sem getur það. Þannig það bara, þú veist, hvað ég að gera við það? Já, ég veit það ekki. Það er tilraun til slaufunar. Það er ómerkjað orðin. Það er líka tilraun til slaufunar, já. Ég er sammála því. Það er tilraun til slaufunar. Þetta er ekki bundið við vók. Það er ekki vókistarnir sem eru að segja ég sem pútinisti. Væntanlega mjög margir vókistar sem myndi segja að væri pútinisti, en það er kannski önnur umræða. En það hvernig vókinu er beitt, það hvernig það hefur svona permeatað allt, það hvernig það er að sjálfsögðu mikil áhætta fyrir fólk inn í til dæmis opinbera kerfinu að stíga fram og andmæla einhverju af svona vók hugmyndafræðinni, að sjálfsögðu er búið að setja upp kerfi sem er þannig úr garði gert að það er áhætta sem að fylgir því fyrir fólk í vissum störfum inn í til dæmis opinbera kerfinu að tjá sig með vissum hætti að sjálfsögðu. Það er augljóst. Það er svona, þorir fólk ekki að tjá sig. Vegna þess að ef það gerir það, þá er það bara að taka stóra áhættu. Já, og það við ræðum ofta hér, það er bara að fólk að andmæla stjórnvöldum eða ég tala ekki tala gegn auðvaldinu. Það má andmæla stjórnvöldum á Íslandi. Það er ekki vandamál. Það er ekki alveg sama, en það er allavega að þú nefndir fólki í opinberum stöðum, að það er bara staðreynd og við vitum það blaðamenn sem erum að fá viðmælendur, að það er fólk sem á að vera með frelsi til að tjá sig eins og háskólafólk og prófessor og fleira. Maður verður bara mjög varfið það að það er bara það er hættulegt að stíga fram og gagnrýna og það á ekki bara við þetta vók, það á við gagnrýni gagnvart auðvaldinu, það á við þessi öryggismál sem ég er að tala um. Ekkert sem að svona raunveruleg valdastétt elskar meira heldur en að búa til kerfi þar sem að sífellt fleiri og fleiri óttast að tjá sig með opnum hætti þá hvað sem er. Já. En krafan frá nú er ég bara svona hugsa í gegnum svona það sem ég hef lesið og séð og heyrt bæði hér frá fólki sem að brjálast ef maður er ekki tilbúin til þess að segjast vera vók og sem að annarkvort af einhvers konar barnaskap eða því það trúr því í alvöru telur einmitt að það að segjast ekki vera vók sé það sama og að segjast ekki trú á mannréttindi, fólk sem er orðið það uppfullt af sjálfu sér, fólk sem er orðið það ruglað í rýminu að það heldur í alvöru að það hafi einhvern veginn skilgreiningar réttin á því hvort að manneskja sé tilbúin til þess að viðurkenna réttindi allra til þess að lifa frjálsar eða ekki og svo þegar ég hugsa þau dæmi sem ég hef heyrt af og lesið og þær greiningar sem eru að koma frá Bandaríkjunum og víðar þá er augljóst í mínum huga að það hvernig þessi hugmyndafræði er framsett, hvernig hún er matreidd, hvernig henni er viðhaldið, með hvaða aðferðum að það er ekkert í þessu sem ég er tilbúin til þess að kvitta upp á þessi eðlilegt eða skynsamlegt eða vænlegt til árangurs nema fyrir þau sem eru auðvitað ekkert að hugsa einhvern svona stærri pólitískan árangur, eru ekkert að hugsa það í alvöru, hvernig getum við fengið fólk til þess að ganga til liðs við okkur til þess að ná stærri árangri, heldur eru bara að hugsa það annarkvort að virtue signala eða að vinna einhvern svona persónulegan sigur, ég stóð mig vel í dag, ég svívirti einhverja mannsku sem ég þekki ekki neitt, kalla hana nýðing, fasista og svo framvegis, vá hvað ég var dugleg í dag í baráttunni. Og þú telur að þetta og þessi dómharka sé bundið við þessa hugmyndastefnu umfram allt annað. Því þegar ég var að alast upp og var bara ungu maður og þá var sagt við forvera þína í dagskránum, það er ekkert að marka þessa menn. Þeir eru bara að hugsa raskat á sjálfum sér, ekki vera trú orðið eða þessi að berjast fyrir þitt fólk. Og þú kannast við þetta er bara búið að segja við alla sem hafa stigið fram við að gera eitthvað. Það er alltaf, nei, það er ekkert að marka sem hann er að segja, hann er bara að hugsa sjálfan sig. Og það er þannig grafið undan allri baráttu. Þannig við lifa við. En þú segir að þessi sérstaklega
sérstaklega þarna. Ég get líka sagt bara með Ég bara sósíalismann. skil ekki hvort segja grafi undir allri baráttu. Ertu þá að segja vókfólki sem hefði sér svona vita að það er að grafa undan baráttunni? Vegna þess að það er náttúrulega það sem það er á endanum að gera. Það er á endanum að grafa undan baráttunni með framferði sinni og hegðun sinni. Það er kannski á endanum stærsta ástæðan fyrir því að ég er andsnúin þessu framferði vegna þess að það grefur undan möguleikunum á því að baráttan nái árangri í einhverju stóru samhengi sem að snýst þá það að gera tilveruna betri fyrir allt fólk, ekki að ná einhverjum mjög takmörkuðum árangri fyrir einhvern afmarkaðan hóp. Þú ert að segja að þau væri bara að hugsa sig, sinn ávinning með dyggðaskreitingunni, að ávinningur væri ekki löngu til þess að breyta samfélagin til góðs. Ég held að þú veist þeirra meðlimir sem að tilheyra efri millistéttinni, fólk sem að hefur og sýnir með engum augljósum hætti að það hafa einhvern sérstakann áhuga á því að berjast raunverulega fyrir betra lífi fyrir stærstan part samfélagsins og svo framvegis. Ég held að sem augljóst að þau eru dyggðaskreita. Þú veist, við erum öll bara með augu í hausnum og við erum að heila til þess að hugsa og við getum séð, er þessi manneskja að dyggðaskreita sig þarna vegna þess að það er einfalt og auðvelt og vegna þess að hún er ekki að taka neina áhættu, hún er ekki að fara neina fórnir, hún er að taka eitthvað sem að samfélagið núna segir að sé svona viðurkennt rétt að taka og segja. Hún er að gera það að sinni baráttu, jafnvel þú hafi mögulega aldrei tekið þátt í neinni baráttu. Þannig signalir hún á sig góð manneskja. Þannig fær hún svona virtue feedback, klapp og getur lyft sér upp á einhvern svona hærri stað. Er það eitthvað sem að mér finnst vera til eftirbreytni eða flott eða sniðugt? Nei, mér hefur aldrei fundist það. Mér fannst það heldur ekki þegar að ég sjálf vissi ekki að ég væri eitthvað sem að myndi flokkast sem anti-vók. Þetta er bara prinsip afstæða. Já. Hérna, vók og anti-vók. Hérna, ég veit ekki hvort að þú hafið þá trúað þessi til eitthvað sem heitir hreyfingin. Nei. Ég trúi því ekki. En segjum að það sé til, að því við erum að tala vinstri og sósíalisma. Þá getum við alveg bara að fara að tala Guð eða eitthvað. Það er eitthvað svona svæði, það sem er sem hefur verið utanfrá, merkt með sem hluta þessari baráttu og ég meina vókið myndi ekki eyðileggja baráttu nema að vera hluta hennar og eitthvað svoleiðis, af því að þú ert stundu tala bara svona praktískt út frá Eflingu, en það er eitthvað þarna. Lítur þú á að sú hreyfing muni ekki verða heilbrigð og holl og baráttuglöð og sterk nema að losa sig við þetta tímabil identity stjórnmála og vók. Það verði bara að kafa úr þessu hafi og koma bara upp eitthvað annars þar. Ég tel að það væri gott ef það væri hægt. Ég tel að það væri gott ef það væri hægt. Þetta er ekki læknanlegt. Þú voru að yfirgefa þetta. Ég bara mér finnst þetta vera svona þetta situr orkuna eitthvað annað þar sem hún á ekki að vera. Þetta er ekki góður staður til þess að vera á. Þannig að já, ef það veri hægt að koma upp eitthvað annars staðar þá verður það mjög gott. Og bara líka út frá svona praktísku sjónarhorni þá er það bara staðreynd að til dæmis fyrir fólk sem eru að skipuleggja sig í flokk og vill ná árangri í kosningum þá er betra að vera að signalera svona ekonomískan populisma, tala til fólks út frá efnahagslegu sjónarmiði, efnahagslegum málum sem að fólk á sameiginlegt og svo framvegis. Það er betri og árangursríkari leið til þess að fara. Þannig að líka bara út frá svona praktísku sjónarhorni það hvort að fólk vill á annað borð ná árangri eða ekki, þá er það bara rétt. Líka ef þú ætlar að vera bara svona pingur svona makkjavelísk og svona að hugsa þetta þannig. Þú nefnir New York og frambóðið og þú nefnir þinn flokkur í Bretlandi áðan. Það eru flokkar sem leggja áherslu á svona efnahagslega stöðu en þeir ég aldrei flokka á sem anti-vók. Í Þýskalandi höfum við til dæmis frambóð Söru Wegenknecht sem maður stimplaði anti-vók. Mér fannst mjög flott þegar ég heyrði Jeremy Corbyn á fundinum sem var haldinn hér á Íslandi Ögmundur hélt fund og bauð Jeremy svona 2 ár síðan eitthvað svoleiðis
og hann var spurður hvað með transréttindi og þá sagði hann til dæmis trans rights are human rights. Það var svo glæslegt svar vegna þess að auðvitað er það afstæðan. Auðvitað erum við hann er ekki anti-woke. Sammála það. Þú myndir aldrei segja að Jeremy Corbyn væri anti-woke. Jú, ég myndi bara vona að hann væri anti-woke. Ég myndi bara vona af öllu hjarta að hann væri það. Það er bara allt annað, sko. En hann er það ekki og það er eiginlega fáir sem að myndu einhvern veginn geta greint hans baráttu þannig, það bara ég get ekki séð neitt myndu kalla hann sko anti-woke, það er kannski eitthvað sem segir ekki hans er woke, en það segir ekki hans er anti-woke. Nei, ok, hann myndi ekki vera, hann myndi enginn segja bara eitthvað, oh my god, that great woke leader Jeremy Corbyn, það myndi enginn segja það. Nei, en hann er ekki þessari baráttu að það verða að losa okkur við woke til þess að sko stéttabaráttu getur en hann hefur nú aldeilis orðið illa fyrir barðinu á fólki sem eru svona identity warriors og hafa notað einmitt identity politík með mjög grófum og óforskömmum og svívirðilegum hætti gegn honum. Það er nú aldeilis þannig. Þannig notar fólk það í baráttu, það vantar ekki rókserviðunar, það er nóg af þeim. Já, en þú veist, hvað erum við þá að tala það er augljóst þegar við skoðum til dæmis dæmið af honum og Diane Abbott og fleirum að identity politíkin er einmitt eitt öflugasta barefli þeirra sem að vilja losna við fólk eins og Jeremy Corbyn til þess að berja á þeim af því það er svo auðvelt að segja komið hérna, þú veist, ég er svona smá tækifæri fyrir ykkur til þess að kasta skít í þessa mannesku sem við erum búin að segja ykkur að sé ægilega vond fyrir glæpin að hlýða okkur ekki og við notum identity-pólitíkina til þess að sópa ykkur á sæðið. Sem er nú svona alveg á mörkunum sem er ekki kannski andúði sem hann varð fyrir, það er erfitt að segja að hún sé sprottin upp úr svona vókisma, hún er bara sprottin upp úr Ísrael-lobbyinu og það sem Þú bara vilt ekki að vókismin sé svona partur af þeim vanda sem við erum að glíma við, að sjálfsögðu er svona vók mentalitetið inn í því hvernig var komið fram við hann og hvernig var komið fram við Diane Abbott og hvernig þessu er beitt. Þetta er sömu aðferðir sem eru slaufunar, það var notað slaufunar aðferðir á vinstri menn og sósíalista á Íslandi með því að meina þeim starf eða lán eða framgang í starfi eða lóðir eða hvað sem er, getið af þeim æran. Það er ekki identity politík. Nei, ég segi það aðferðina við að grafa undan fólki er notað miklu víðar heldur bara í vók. Þetta var nógu mikið vandamál fyrir og svo bættum við identity ofsanum við og þá gerðum við vandamál bara þemmun verri og gáfum valdastéttinni þetta æðislega effektífa tól af því við öll erum sammála eitthvað eitt og þegar valdastéttin kemur svo með bareflýsið og segir þessi er hann nokkuð sammála, nei það held ég nú aldeilis ekki og svo koma einhver 10 dæmi, flest hver upplogin og þá er hægt að búa til svona, hvað heitir þetta, svona múgæsing og segja farið þá ráðist á þannan einstakling. Við þurftum ekki fleiri leiðir fyrir valdastéttina til þess að afsækja þá sem vilja berast fyrir réttlátt samfélag. Ég ætla að halda því fram að dæmi sem þú tókst sem voru jákvæð í svona síðustu mánuðum sem að leggja áherslu á svona efnaðslegar kröfur venjulegs fólks og það að samfélagið sé okkar að við sem bara getum fengið að lifa þar vegna þess að við getum ekki lifað inn í samfélagi auðstéttarinnar. Þetta er ekki það sem maður myndi kalla anti-woke hreyfingar. En það var hins vegar í Þýskalandi. Ég skal vera sammála því. Þetta er ekki hreyfingar sem eru hægt að kategoræsa anti-woke eða myndi kalla sig það. En Sara Wagenknecht, hún var á þeim vagni og tímabil leit út og það var mikið látið með hana að hún var mjög áberandi í allri umræðu en svo þegar leið á kosningum að þá náði hún ekki tilætluðum árangri og það er nú nýkomin skoðanakönnun sem við vitnum á bara í fréttatímanum okkar. Það sem kemur fram að Alternative for Deutschland með 25% fylgi. En þar er vinstriflokkurinn Lenke með 11% en Sara bara með 4%. Og Lenke ég myndi segja að það væri vókflokkur. Þegar ég las viðtal við þetta fólk og hvernig þau höfðu skipulagt sig í aðdraganda síðustu kosninga í Þýskalandi þá sá ég einmitt mikið svona samhljóm við það
hvernig við pælum í að skipuleggja okkur og ég held að þau hafi til dæmis náð alveg gríðarlega miklum árangri og hafi náðið mitt flokkurinn var á slæmum stað og þau ná að lyfta honum upp. Svo ættu það með sölu veginn eftir eða lengi? Nei, lengi. Þau ná að lyfta honum upp vegna þess að þau fara, þau ná sér í nokkra mjög svona markvissa og góða punkta sem þau eru að berjast fyrir, þau hamra á þeim og þau fara í alveg rosalega mikla skipulagningu, svona hitta fólk, vera á staðnum, fara á banka, á hurðir, þú veist, ná þessu kontakti og ég held að það sé fyrst og fremst ástæðan fyrir því að þau hafa náð þessu mikla árangri að þau fara fara á þann staðinn sem ég tel og trúi að sé gagnlegastu til þess að ná árangri. En momentum sem var hreyfing sem var í kringum formannstíð Corbyn til þess 2017, þau bönku líka dýr, en momentum var svona, það var svolítið vók. Þannig það er ekki alltaf, þú veist, þetta er ekki fundið því að þú banki ekki kannski að ég og þú þú bara ósammála það hvað vók það getur líka bara vel verið bara eins og fólk er ósammála svo ótrúlega margt, fólk er ósammála það hvað er að vera til vinstri, hvað er sósíalismi þú veist, hvað er flokkur, hvað er verkalýðsfélag, hvað er kvennabarátta, hvað er vók. Ég held að mögulega séum við sammála margt hvað það er að vera vók en kannski er eitthvað svona grundvallar svona tweak sem við erum ekki sammála hvað er í vókinu. Það tengir spurningunni þarna með það sem ég sá fyrir mér blóðugt haf í vinstrinu þar sem menn eru búin að vera hvort að þú þurfur að kafa hér og koma bara upp annars þar og gleyma þessu tíma eða hvort það sé hægt að til dæmis að við og fleiri myndum ræða hvað af vók tímanum er nýtanlegt og hvað ekki. Þetta er minnst að vera grunnt að það hvort að þú yfirgefir. Mér finnst bara gaman að tala flest, ég er bara alveg til í að tala það og ég viðurkenni að ég er auðvitað mjög ég bjó lengi í Bandaríkjunum og ég fylgist mjög mikið með bandarískri pólitík en svo les ég líka og hlusta á mikið af bandarískum svona fólki sem myndi til þessi sem svona progressives og líka sósíalistar, alls konar radikalar, jafnvel bara kommunistar, marxistar og sín þeirra á það hvað virkar til þess að móbilisera fólk sem tilheyrir stétt vinnuaflsins hún er að mínu viti þegar ég hlusta á les að verða meira og meira svona sammála það að ætli vinstra fólk sér og progressíft fólk og fólk sem vill efnahagslegt réttlæti og líka félagslegt réttlæti ætla þess að árangur þá verður það líka að hugsa hvernig það ætlar að targeta skilaboðin sín og hvað það ætlar að tala og þetta fólk segir líka og vísar í alls konar rannsóknir og svo framvegis máli sínu til stuðnings og ég held ekki að við séum prinsipelt ólík hér á Íslandi, bara alls ekki að þessi það hvernig vókið sendir sín skilaboð, hver skilaboðin eru er ekki gagnlegt til árangurs í baráttunni. Ég eins og ég sé það núna þá finnst mér það að vera nokkuð skýr staðreind í pólitísku samhengi þannig að það má vel vera að það sé gagnlegt og allt það að vera eitthvað svona hugsa hvað viljum við taka með okkur eða hvað ekki en kannski er það bara meira pæling fyrir eitthvað fræðafólk sem er hvort sem er alltaf að leita sér einhver til að fræðast og fræðast okkur heim í háskólanum þú veist, var þarna var fetuð braut árangurs og hvernig sjáum við þann árangur birtast en fyrir fólk sem hefur áhuga á pólitík, hefur áhuga á völdum í samfélaginu til þess að gera það með þeim hætti sem að þau telja sé réttara en það er núna þá er kannski bara skynsamlegra að vera ekki lengur að velta sér upp úr þessari stemningu og sækja fram með öðrum hætti og ég held að það sé til dæmis alveg hægt eins og ég segi eins og ég sagði áðan inn í Eflingu þá eru aldrei neinir svona menningarlegir árekstrar sem við lendum í vandræðum með í okkar félagsstarf og þarna er fólk sem að skilgreinir sig með alls konar hætti, fólk sem að kemur úr alls konar bakgrunni, fólk með alls konar trúarbrögð, alls konar pólitískar skoðanir. Þetta er ekki vandamál hjá okkur vegna þess að við höfum ekki gert þetta að vandamáli. Við höfum ekki gert þetta að vandamáli. Þessi vandamál í BSB? Það veit ég ekki Ég hef ekki það. Það þekki það ekki. Efling er ekki stjórnmálaflokkur. Það er engin róttækur vinstri flokkur á þingi.
Það er engin róttækur vinstriflokkur á þingi. Heldur að það er eftir að breytast? Þetta er náttúrulega svolítið sérstök staða ef við tökum bara svona þráðinn frá kommunistaflokknum í gegnum Sósíalistaflokkinn og Alþýðubandalagið og VG. Það er sömuleyti merkilegt að þessi deild sé ekki á þingi. Það er með að við langa sögu. Já. Heldur að þetta breytist? En ég meina við náttúrulega búum líka bara á, þú veist, við búum eins og við vorum að ræða hérna fyrr áður en að við viltumst út í vókfenið og festumst þar. Þá vorum við að ræða með þetta, þú veist, samfélagi sem við búum í núna, það er bara svo flókið og það er svo ólíkt samfélaginu sem var. Þannig að kannski er einmitt ekkert sérstaklega skrítið við það að þetta sé staðan vegna þess að verkafólk þeirra hérna svona aðkoma að mótun samfélagsins, þeirra aðkoma að stjórnmálum, hún fjaraði út, þeirra raddir heyrðust ekki lengur, þau voru jaðarsett líka inn í verkalýðshreyfingunni. Og í flokkunum. Verkalýðshreyfingin, hún varð auðvita einhvers konar eign fagmenntastéttana, hún varð eign sérfræðingana, þannig að það var ekki lengur leitað til verkafólksins til þess að heyra þú veist hvernig eiga kröfurnar að vera, hvernig á félagið að vera, hver er fókusinn, heldur komu fagmenntastéttirnar sem voru starfsmenn félagana og sögðu verkafólkinu, þetta er fókusinn, þetta eru kröfurnar. Þannig að það er ekki skrítið, finnst mér, að þetta sé staðan eins og hún er. Mér finnst það ekki skrítið svo þegar við bætum við frjálsuflæði vinnuafls, að við horfumst í augu við það, augljóslega hefur það líka mikil áhrif á samfélög innan þjóðríkjanna, þá finnst mér það ekki skrítið. Mér finnst það ekki skrítið. Verkalýðshreyfingin, hún verður líka ekki bara sérfræðingarnir, hefur verið svona bjúrókratísk, þannig að þú sem verkalýðsforingi að þú verður að heldur völdum í þínu félagi með því að þínu félagar trúið að þú sett að skaffa jáfnvel meira heldur en hinn og það verður svona samkeppni milli verkalýðsfélaga og þetta átti sér stað bara upp úr miðri síðustu öld og heiðalóðina sömuleyti sko, sem að þannig að sko hinn sameiginlega hugsjón, hún hélt ekki verkalýðshreyfingunni saman, heldur var það svona einangrað. Sérðu fyrir þér að verði breyting á þessu eða telur það vera mikilvægt að það verði til flokkur, hvað er að segja, bara vinstra megin við samfélkinguna? Ég held að það sé mjög mikilvægt að það sé til stjórnmálaafl sem að fókuserar á hagsmunamál verkafólks. Það er mjög mikilvægt og það er líka boðskapurinn sem að ég reyni að koma áfram til félagsfólks eflingar á fundum og svona hvetja fólk til þess að taka þátt í pólitísku starfi og til þess að fara með áherslumál eflingar inn í þá flokka sem að þau taka þátt í. Þetta er svona nýfrjálshyggju tímabils viðhorfið. Nei, vegna þess að ég, alls ekki. Það var hluta stéttarvitundinni að kjósa okkar flokk og halda honum í allan þessu slæmu. Það þarf fyrst að vera til okkar flokkur til þess að kjósa. En síðan á nýfrjálshyggju þá máttu fara bara go shopping. Nei, en hvað á ég að segja við fólk? Ef ég segi við fólk, sem ég myndi bara persónulega aldrei gera, en ef ég væri það skini skroppin, að ég myndi fara að segja við stóran hóp eflingafólks, þú veist, farið þau og kjósi þetta, þá auðvitað myndi fólk missa trú á mér, það myndi fara að sjá mig sem agent fyrir eitthvað utanaðkomandi afl, etc. Það er ekki gott. Ef að það ætti að verða, ef að Efling ætlaði að fara að styðja eitthvað sérstakt stjórnmálaafl eins og til dæmis gerist í Bandaríkjunum þar sem að stór verkalýðsfélög fara og kvitta upp á, þá þyrfti það náttúrulega að fara í gegnum einhvern risastórt lýðræðisferli innan Eflingar, ef það þarf að gerast þá gerist það. Staðan er ekki þannig núna. Þannig að það sem ég er að segja við fólk, ég er að reyna að hvetja fólk til þess að sýna stjórnmálum áhuga og ég er að reyna að segja við fólk að ég er ekki hér komin til þess að spyrja ykkur hvaða flokk þið ætlaði að kjósa, hvaða flokk þið hafi kosið, en ég er að reyna að koma því áleiðis til fólks að sama hvaða flokk þú ætlar að kjósa, það eru hagsmunir þínir samt, hagsmunir manneskjunar sem er tilheyrstétt vinnuaflsins og þú átt að fara þá og tala þá hagsmuni og berjast fyrir þeim og það til ég ekki vera slæman hlut fyrir mig til þess að segja, vegna þess að
eins og hlutinir eru núna, þá verður það strax betra ef að það væri hópur af fólki sem að tilherði stétt verkafólk sem að væri aktíft inn í stjórnmálaflokkunum. Það væri strax bót á því ástandi sem að núna er. Það sem að stjórnmálaflokkarnir sem eru við völd eru auðvitað algjörlega mannaðir af fólki sem að tilherðir ekki stétt verkafólks. Þannig að það verður strax til mikill að bóta. Ég verð ekki að segja hvað þú ert að gera, ég var bara að vísa til þess að við getum bara fært söguna til Bretlands, að þar var hluta stéttavitundinu var að standa með verkefnaflokknum jafnvel þótt að hann væri ekki í góðu standi, þá var það mitt verkefni að laga hann, en síðan á tímum nýfrjálshyggjunnar þá verður það svona valkostur að ég ekki bara kjósa Boris Johnson, ég meina hann ekki að bjóða bara upp á það. Sko núna náttúrulega, og þú hefur nú sjálfur talað um þetta, þú veist, það er Brahim Leftið og svo The Merchant Right. Í hvorugum, á hvorugum hópnum og hvorugum spektrum er eitt pláss fyrir vinnandi fólk. Og Brahim Leftið á hefðbundnu vinstriflokka. Yfirtók þá. Og svo The Merchant Right sem að er með hægrið. Sjálfstæðisflokkin, ef við erum bara að hugsa um Ísland, sjálfstæðisflokkin og miðflokkin. Tilheyrandi. En ég held að það sé mögulega leiðin fram á við að það sé hægt að búa til einhverja svona coalition, ég veit ég er að sletta mikið, hægt að búa til eitthvað svona samstöðu afl fólks sem að tilheyrir stétt vinnuaflsins, sem að sumt hvert aðhyllist meira einhver yfirlýst gildi The Merchant Right og sumt hvert aðhyllist meira gildi The Brahim Left, en áttar sig á því að hvorugur hópurinn er að sinna þeim með neinum skynsamlegum eða uppbyggilegum eða sýna neina hollustu. Þetta er allt bara helvítis plat, það er bara verið að ljúga þeir í aðdraganda kosninga til þess að þetta fólk hafi áfram vinnu og geti áfram bara verið að dingla sér. Og þetta fólk gæti bundist einhvers konar pólitískum samtökum og myndað einhvers konar fylkingu. Það þyrfti þá að leggja til hliðar sum mál en ekki önnur. Það þyrfti að byrja að byggja eitthvað upp og kannski er þetta bara einhver svona draumur mannesku sem að bara vill mjög mikið að eitthvað heppnist og eitthvað takist, en við getum ekki bara sagt eitthvað bara já, þetta er eitthvað nýfrjálshyggjutala, við búum á nýfrjálshyggjutímum. Við þurfum líka að skilja hvað það þýðir. Já, við búum á tímum nýfrjálshyggjunnar. Já, við búum í þeim samtíma sem við búum í. Já, af því leiðir að fullt af því sem að virkaði fyrir x mörgum áratugum virkar bara ekki lengur og fullt af fólki hefur engan áhuga á því að tala um sósíalisma eða taka umræðina út frá þeim grundvelli eða bara einfaldlega veit ekki einu sinni almennilega bara hvað það þýðir og þá þarf að finna aðrar leiðir og aðrar nálganir til þess að ræða málin og til þess að finna einhvern grundvöll sem að fólk getur komið saman á. Vegna þess að ég trúði líka ef að við ætlum að vera eitthvað svona já, nýfrjálshyggjan þetta, nýfrjálshyggjan hitt, sósíalismi þetta, sósíalismi, þá erum við líka svolítið að vera svona eins og The Brahim Left. Við erum svolítið að vera svona, við tölum svolítið í svona einhverjum kóða og þau sem að skilja ekki alveg hvað við erum að tala get ekki alveg svona að blanda sér umræðina og það er heldur ekki gott, sko. Sólveig Anna, takk fyrir að koma hingað og spinna rauða þráðinn með mér í spjalli. Takk fyrir að bjóða mér. Takk. Já, við ætlum að halda áfram að spinna þennan rauða þráð á næstu dögum við rauðaborðið og þá fáum við aðra gesti og svo kannski þegar á líður að þá fáum við kannski hópa fólki til þess að ræða þetta mikilvæga mál sem er svona staða vinstrisins og sósíalismans í okkar heimsluta. En framundan á rauðaborðinu er allt annað mál. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.